Komið sæl og verið velkomin í Bíóblaður. Hafsteinn heiti ég og hjá mér Snorri og við ætlum að spjalla fyrstu 4 Alien-myndirnar. Já, Snorri, hvernig varstu að horfa aftur á þær? Mér fannst þetta svolítið gaman af því að ég er búinn að sjá fyrstu 2 töluvert oft og mér fannst ég hafa séð 3 og 4 oftar en svo fattaði þegar ég horfði ég var ekki búinn að sjá þær nema einu sinni 2 sinnum. Hvað landsjón sástu? Það eru örugglega komin það meina allar? Bara, já, eða svona hvenær sástu síðast 4? Síðast 4, það eru örugglega yfir 10 ár frá þessu 4. Númer 3 sá ég einu sinni svipa leiti. Ég man að ég sá 3 fljótlega eftir ég sá nummer 4 og ég man að ég sá 4 fljótlega eftir að hún kom út, hvað 97? Já, 97. Þannig að þetta var mjög áhugavert að horfa á þær aftur og sjá þetta allt í röð. Það var mjög gaman að taka svona myndaseríu bara í réttri röð og bara með svona stuttum millibili. Þannig að en nú skiptist oft svona, mér finnst þetta skiptist í svona tölið. Annarkvæmt fílar mest Alien eða Aliens, en mér minnir að þú að fíla 4 mest. Er það ennþá rétt? Það er heldur betur ekki rétt í dag. Búið breytast? Já, það breytist rosalega mikið af því að við kannski dettum betur inn á eftir tölum hana en já, upplifunin var allt öðruvísi heldur með myndi. Ok, en hvernig myndur ranka þér í dag? Í dag? Það er rosalega erfitt að gera upp milli 1 og 2 af því að það eru svo ólíka myndir en það, já þetta er alveg sko það er mjög fín ég ætla samt að ranka þær 2, 1, 3 og 4. Finnst þið 4 lélegust? Sko, já, þegar þú setur það saman með þessu öllu mér fannst hún bara vera gerð þú veist, ég skil að mér fannst hún ógeðslega töff þegar ég var unglingur hún er ekki töff í dag þannig að það er alveg það er einstaka flotti hlutir að gerast í henni en já, hún var svona svolítið sko, við getum kannski sagt þannig ef ég hefði ekki verið búin að horfa á 1, 2 og 3 á undan með svona stuttu millibili þá hefði mér örugglega fundist betri. Hún er svo mikið stílbrot á hvað þetta franchise er segjum bara alvöru gefið svo verður þetta bara svolítið steikt enn í lokin. Ripley er allt í enn orðin bara einhver one-liner maskína og mér finnst hún bara pínu hallarislega í þessari mynd. Mér fannst hún ekki hallarislega þegar ég sá þessa mynd fyrst. Ron Perlman sem er geggjaði leikari er óþolandi í þessari mynd. Hann er svo cool, samt er hann ekkert cool. Já, ég var mjög hissa þegar að segja hversu öfugt hún fór ofan í mig miðað við hvað hún var hátt rönguð mér í minningunni og ég man alveg þegar við vorum yngri ég var rosalegur, ég var alltaf að taka upp handskan fyrir þessa mynd þegar fólk var að tala hana niður. Já, ég man til dæmis að ég hef alltaf verið meiri svona Aliens maður heldur en Alien þó hún sé náttúrulega geðveik líka en ég mani mitt þegar við vorum yngri að þú var svo harður á að 4 væri best og þú veist, ég var alltaf að fíla hana samt þannig ég var ekkert eitthvað að við vorum ekkert að rífast þetta. Nei, sko, það er samt alveg fullt af flottum hlutum í henni þú veist, það er fullt af flottum atriðum og ég held svona á meðan ég er að tala, ég held að það sem að hafi svona stungið mig mest við þetta var þú veist, maður byrjar hann á Alien sem er bara róleg geðveikt andrúmsloft þetta er svona old school vibe náttúrulega, þetta er gömul mynd svo dettur yfir í, þú veist, bara stríðsmynd svo dettur yfir í þess að ótrúlega blík og svolítið svona rólegu David Fincher mynd og svo er þetta allir komin í svona hálfgerða svona komedíu þú veist, svona einhverja svona hasar komedíu sem er ekki búin að eldast nógu vel þetta er flottu leikstjóri sant þú veist, gæðin sem gerði Amelie og sérlega bara geðveik mynd með Michael Wincott hana, geggjaður tölum aðeins meir hann og eftir líka
vannmynduleikari. En já, ég hugsa að þetta hafi verið svo mikið stílbrot bara fyrir mig. Það var svolítið sjokk á systemið. Og svo eru bara sumir hlutir í henni sem að bara svona refi mig alveg úr myndinni. Og eitt atriði sem ég verða að tala um, það er þegar Ripley að spila körfubolta og all liðið kemur og fer eitthvað pönkastíðin. Það var að vera svo cool og hún er svo hörð og það var bara svolítið svona, já, mér fannst það cool þegar ég var unglingur. Mér fannst það hattrið ekki nóg cool í dag. Nei. Og hann, nú man ég ekki okkur leikarinn heitir, gæði með byssuna 2 sem eru faldar. Já, svartugur. Já. Ég man ekki hvað hann heitir. Ég man ekki heldur, svo lék hann í var hann ekki í CSI Miami eða eitthvað? Jó, hann var eitthvað svona drasli. Já, það var svona eina sem maður síðan að gæja að gera. En mér varst hann alveg töff í 4. Já, hann er bara, það kemur skot á honum. Þegar hann er að skjóta, ég sá þetta aðrið tvisar núna þegar ég horfði svona YouTube-myndband Alien Resurrection eftir ég horfði myndina. Já. Þegar hann er að skjóta úr byssunum. Það komað hann út úr ermunum, hann er að skjóta, hann er verið svo furðulegan svið. Er hann ekki svona alvarlegur svona? Nei, hann er eins og hann segja dett aftur fyrir sig. Hann er svona pínu eins og skjóti fyrsta skipti bara. Já, þetta var mjög sérstætt. En ef við förum kannski í Alien, það er svona fyrsta myndin og færum okkur sér yfir í 2, 3 og 4. Hvernig fannst þér að horfa á hana aftur, mynd frá 79? Mér finnst það geðveikt. Hún bara strax, bara frá byrjuninni tónlistinni geðveikt, hún strax byggir upp þetta andrúmsloft. Sammála. Og ég elska sko þessi sett af gameskipunum. Þetta myndi mér svolítið svona á þegar maður þessi Star Destroyerin í Star Wars, þessi svona fljótandi skot meðfram alltaf, þetta eru bara módel, það var ekkert verið að vinna með eitthvað tölvugert. Nei, það er svona eldist líka fyrst mjög vel. Já, mér finnst það mikill sjarmi yfir þessu gamla. Sammála. Alls ekki ég sem einhver svona pjúristi á gamla myndir, allt gamla er svo gott. Nei. En það er bara eitthvað við þetta, þegar, eins og segir, þetta eldist svo vel og eitt sem ég fílaði ógeðslega vel við hana er að það er svo oft ekki tónlist. Tókst þetta í? Já. Þú veist, í atriðin sem ætti að vera einhver svona spennandi, svona þrúandi tónlist, það var bara ekki neitt. Nei. Mér finnst það geðveikt. Það sat alveg svona í mér, það er alveg svona, mér finnst þetta svo vönduð mynd. Hún er svo að minna góri með myndi. Já, það sem kom mér mest á óvart, það er svolítið síðan ég sá þær. Það er samt styrst síðan ég sá fyrstu. Ég horfði á hana fyrir kannski 3-4 ár síðan. En það sem kem mér mest á óvart með þessa mynd, að ég er svo mikill svona handrit, sko, ég er alltaf að pæla í handritunum og svona. En bara all hönnun í þessari mynd, hún er bara fáránleg. Hún er geðveik. Þetta er bara fáránleg, bara þegar myndin byrjar. Já. Og það er bara svona sló skot í gegnum skipið. Og þetta er bara mikið svona konfekt bara fyrir augun. Já. Það er ótrúlegt. Og mér finnst það standa svo mikið upp úr þegar maður er búin að horfa á þessa mynd. Bara hvað hann er sjúklega flott. Já. Og hvað hann setur, sko, hvað þetta settir sann í þessari mynd, setur tónin fyrir svona gritty science fiction dæmi. Þetta er svona realistic. Þetta var bara nýtt á þessu tíma. Já, þetta er svo pappi, hann fór hann í bíó 79-80 og hann var bara blown away. Það var ekkert búið að vera neitt svona. Nei. Svona skítugt, svona kannski aðeins meira realistic heldur til dæmis Star Wars. Já, ég meina eina sem að kennst kannski nálægt þessu er og alls ekki svona greitt í það var 2001 Space Odyssey. Þú veist sem að var svona raunverulegur geimur. Já, en var það samt ekki miklu meira svona að hafa svona fínna? Jú, en ég er að segja, þú veist, svona þú trúir í þetta sé ekta. Já, já, ég mitt. Star Trek er svo mikið science fiction að það verður bara svona næstum því absúrt. Þú veist, ekkert að því, gaman að því, en það er ekki, mér finnst ekki vera realistic, raunverulegt svona science fiction. Á meðan ég trúi því að þetta er svo lifað, þú veist, þetta er eins og þetta sé ekta skip og það er eins og allt hafið svona sinn tilgang. Það er svona utilitarian. Þess vegna fór ég að hugsa um eins og Space Odyssey. Veist, það var þú veist, gameskipið það sem að það snýst til að vera með þingdarafl
voru með velcro undir sokkunum í þyngdaraflinu og mér finnst þetta svona, þú veist það myndi mig, ég hugsaði til 2001 Space Odyssey Já, og meðan ég voru að horfa á Alien. mér finnst líka það sem ég finnst magnaðast við hana fyrstu myndina er það að Giger skuli gera geimveruna og fullt af svona designdóti. Mér finnst það það er best ákvörðu sem þau tóku og Ridley Scott var líka bara harður á því, nei, hann verður að hanna fyrir mig geimveruna og svo fekk hann henni til þess að gera henni skipið sem við finna og þú veist bara hönnunin á þessar geimveru. Já, bara geðveik. Þú veist, þetta er bara tímalist líka. Þetta verður ennþá töff eftir 100 ár. Það er bara alveg staðarind. Og mér finnst það töff ef Ridley Scott hafi bara sagt strax, bara þegar hann var bent á Giger, bara já, það er bara verið þessu guður, það er bara enginn annars sem getur greina. Já, bara eðlilega, hann hefur bara séð hvað maður var að gera Já, og hann sagði vist líka bara ég vil bara fá þetta. Giger ætlaði bara, ekki hann eitthvað nýtt fyrir? Nei, ég vil bara fá þetta. Hann var búin að gera eitthvað svona bara með svona sterka sín fyrir Já, búin að gera eitthvað svona bók. Já. Þannig að mér finnst það kemur svo svakalega vel út af því að þetta verður svo eins og gameskipið af því hann hannaði það svolítið sem við finna með hana Space Jockey og það að þetta verður svo alien. Já, algjörlega. Bara því að hans hönnun hún er bara, hún er ekki af þessum heimi. Nei, nákvæmlega. Já, og þetta er bara þú veist, hann hefur bara séð snildina í Giger, ég segi alltaf Geiger. Nei, það er sagt Giger. Já, Geiger náttúrulega er bara eins og Geiger counter. Já, þetta er Giger. Alltaf að læra. Já, alltaf að læra, hún læra það á þessu þætti að hún segir Giger. Já. Ég verð með fleiri svona viskumóla fyrir því. Ef þið takkið eitthvað frá þessu podcasti þá takkið þið þetta, það er Giger. Þið segir Giger, ekki Geiger. Ég held ekki að Geiger sé skrifa G-E-I-G-R. Já, það er ekki, Geiger mýtar. Já. En já, maður segir þetta, maður segir Giger. En mér finnst það svo magnað þegar við spotta það, þennan gaur, tekið hann bara inn í til krú að byrja að hanna fyrir myndina. Já. Og bara, þú veist, maður sér það bara strax. Já. Hvað þetta er geðvikt. Já, þetta er eitt af þessum dæmum þar sem að heimurinn í kringum þetta verðist vera alveg fullmótaður strax. Já. Þetta er lifaður heimur og það er bara, já, þetta er bara, þú veist, þetta kemur bara tilbúð úr kassanum. Já. Þetta er ekki svona þetta er ekki einhvern veginn að fransessi sé að finna sig eftir því sem að líður á það. Mér finnst Ridley Scott bara búa til tilbúin heim þar sem þetta passar allt inn í. Já, hann gerir það mitt bara strax í rauninni, bara fyrst í rammin í myndinni. Já. Þú veist, það er bara flott, það er bara allt töff, líka bara letrið fyrir Alien titilin og allt þetta og líka bara kastið. Já. Þú veist, geggjaða leikari sem bara, ógeðislega góðir. Og mér finnst líka svolítið skemmtilegt að þessi mynd er orðin þetta gömul, 1979, að mér er svolítið töff að aðalkartin eru þetta Ripley, kona, og á þessum tíma, ég er nokkuð vissum það var ekkert algengt. Nei. Það er ekki svona algengt í dag. Nei, enga veginn. Það er líka eitt sem að ég er mjög þakkláttur fyrir líka með þessa mynd. Það er það að Ripley byrjar ekki sem einhver væskill. Það er svo mikið að myndum sem að virðast að einhver ástæð finna sig knúna fyrir það að ef það eru með hvern söguhetju að þá byrja hún hjálparlaus og finni síðan eitthvað styrk eða eitthvað gengur í gegnum einhverja hremmingar, svo kemur þetta atriði þar sem hún svona, nei, ég ætla að berjast. Já, einmitt. Og verður hörð. Já, verður hörð. Minnstu Ripley vera bara hörð strax frá byrjun. Hún er ekkert eitthvað svona aksjónhetju hörð. Nei. En hún er, þú veist, hún er ákveðin, hún ætlar ekki að hleypa þeim inn. Nei, eins og hún segir bara, við þurfum bara að halda ykkur konu tí. Já, nákvæmlega. Hún bara er bara grjót hörð á sínu og ef það eru hlusta á hana og Frodo hefði hlustað á hana. Nei, hvað svo er Frodo? Já, leik hann ekki nei, hann var fokkin Bilbo. Hann leik Bilbo? Já, Bilbo. Ég líka var Elijah Wood í eili. Klift þetta til. Þú verður að klippa þannig bara. Fólk má ekki heyra þetta rugg. En já, það er einn málið að ég fíla það mitt líka. Hún líka ekki gerði eitthvað svona hörð. Nei, hún er bara sterkur karakter. Já, þetta er bara punktur. Já, algjörlega. Og hún er bara svo raunveruleg. Já, ég elska hvernig Sigourney Weaver líka leikurna. Hún er ekki að, þú veist, hún er ekki að leika eitthvað svona, ég er að leika eitthvað nagla, ég er að leika eitthvað töffara. Nei, enga veginn. Hún bara, og þú veist, og þess vegna líka held ég, mér finnst aldrei neitt tala eins og núna vælar rosalega margir yfir því mitt, að sé
einhver kona í aldriki og ég vikinn það sjálfur, ég alveg pínulegur að horfa okkur á 50 kíló og konu berja okkur 120 kíló og kalla ég er ekki mikið hrifinn af því. Nei, en það ekki þannig. Það er ekki alien og það var, mér finnst enginn vera kvarta yfir því að það hefði verið kona sem var í aldriki í þessum myndum. Nei, en Ripley er bara cool karakter, það finnst öllum hún töff karakter. Algjörlega og hvað ætlaði að segja hún ég misti alveg þráðin. Hvað, í samvættu við hana? Já, ég var með eitthvað að spila að segja. Það ætlaði að segja eitthvað geðveikt. Ég ætlaði að segja eitthvað klikka. Nei, mér finnst bara gaman hvernig hún lék hana. Ég sá hana með það, sjá alveg bara strax í fyrstu myndinni. Að því seinna, þú veist, eins og í dag þegar maður er að horfa á þessu mynd, maður veit hún verður mitt svona aðeins meiri nagli. Já. En mér varst hún ekki einu svona verða of í seinni myndum. Mér varst hún klálega að verða of í Alien Resurrection. En það er samt ekki, ég ætla aðeins afsaka Já, það er ekki Ripley. Nei. Já, reyndar. Þetta er aðeins öðruvísi karakter. Ég skal gefa það, en enga síður. En já, hún verður harðari, klálega, þú veist, hún er orðin grjóthörð í 3. Já. Tekur stjórnina hana og, þú veist, hún er... En hún seldi mér alltaf. Ég keipti hann alltaf sem bara, eins og segi, sterkan karakter. Já. Þetta var ekki eitthvað að reyna að vera bara eitthvað töffari. Já, algjörlega. Og sko, að því að hugsaði þér hana, svolítið ekstrím dæmi, en hugsaði þér ef þeir hefði ákveðið að fara með hann að svipa leið eins og, hvað heitum, Private Vasquez í Aliens. Ég reyndi að dýrka hana. Já, hún er geggjuð. Það er samt svolítið eins og hún hafi týnst á leiðin á Predator-settið, hún er svo ógeðslega hörð. Já, ég veit það. En ég mun aldrei drulluður Vasquez. Hún er töffari. Ég bara segja, en þú veist... Já, ef hún hefur verið þannig. Þannig ertu með svona kvennkarakter með ógeðslega cool. Þetta hefði líka alveg eins getað verið karlkynskarakter, en bara þeir fara aldrei með Ripley yfir í svona absúrdisma. Nei. Skilur við, Vasquez er absúrd af því það er bara, þú veist, það er bara meðvituð ákvörðun. En það er líka bara Cameron. Já, akkurat. Hann líka bara, hann gerir bara ógeðslega cool karakter. Já. Og líka bara sem konur, eins og Sarah Connor í Terminator. Já, klálega. En ég skil hvað þetta er. Hann fer ekki með, Ripley fer ekki þangað. Ripley er alltaf Ripley. Já, ég er sammála og mér fannst líka cool hvernig hann gerir það með D2. Mér fannst líka svolítið flott eins og í fyrstu, þetta er svona pínu slow burn mynd. Hún er ekki beint hröð. Mér leittist aldrei, mér finnst hann ekki langdrein. Hún er bara svo flott. Hann er svo góð líka að byggja upp geðveikt andrúrsloft. Og það er alltaf með öllu bara sound-effektunum, tónlistinni, eða til dæmis hafa ekki tónlistum við talar um aðan. Set-designið. Já, ég elska þeirra kötturinn að ég er að hugsa atriði sem er engin tónlist í. Þeirra kötturinn er að horfa á Harry Dean Stanton drepinn. Já. Það er geðveikt aðri. Það er bara geggjað. Við fáum bara að horfa á köttin, horfa á hann drepinn. Það er geðveikt, sko. Líka maður verður að hugsa tilbaka eins, fólk á þessum tíma, á þessum 79, það var ekkert, hún kemur 2 árum eftir Star Wars. Svo óleika myndir. Fólk var bara ekkert undirbúið fyrir þetta. Og svo var ég búin að sjá það, ég horfði að svona making of fyrir þessar myndir. Þú veist að fólk var bara að æla og áhörðu þessu mynd koma út. Mér finnst það alltaf svo fyndið. Fólk horfður okkur að mynd og bara fyrir að æli líður yfir það. En, ok, nú er ég að spyrja, gerðist það í alvörunni eða er þetta bara svona... PR-dót. Já, er þetta svona, þú veist, var fólk að guppa og hlaupa út af Exorcist til dæmis? Já, ég hef séð viðtöl við fólk. Ég meina, þú veist... Sem segist það að fara eins og Exorcist, fari bara að guppa. Þú veist, hefur þú séð eitthvað bíómynd sem þú varst bara eitthvað að leiði yfir þig og... Mér er leiðið mjög óþægilega af bíómyndum, skilur ekki mörgum, aðalega einni, Þú verður að segja hvað mynd það er? Serbian film. Já, einmitt. En þú fórst svona, þú eldir samt ekki. Nei, menn það er óþægilegasta mynd sem ég horfði á, hún var, skilur, ég fekk ekki flökuleika tilfinningu, þú veist, maður er kannski með harðari maga í ofbeldi og svona heldur en margir aðrir. Ég held að þetta myndi aldrei gerast í dag. Nei. Þú getur tekið hvaða mannski sem er búin að ná löglegum aldrei til að sjá einhverja mynd, eða skilur 16 plus, hent þeim inn í bíósal og horfa á bara ógíslustu mynd sem á nútíma standard. Já. Það myndi enginn að þeim guppa. Nei. Það myndi enginn að þeim, skilur, fólki myndi líða óþægilega og ég veit ekki, kannski myndi minnstu sálinar kannski taka þetta með sér eitthvað inn í lífið
og hljóta slæmt af en fólk myndi aldrei vera gubba. Nei, þú veist, ég skil svo sem alveg að þú veist, ef þú eru hræddur og okkar mynd, ég skil það alveg en eitthvað svona hlaup út úr salnum og eitthvað svona, þó að fólk hafi ekki búin að sjá þetta á sín tíma það var svona alveg nýtt þá finnst mér þetta samt svo eitthvað, ég meina þetta er bara bíómynd. Þetta er bara bíómynd og þetta er líka ekki það grós. Nei, en þá kannski verður maður líka, þú veist, allar sem myndir sem þú er búin að sjá eftir þessa. Já, eru búin að slípa mann svolítið til, sko. Já, ég er að segja það, þú ert miklu vanari heldur en hinn almenni borgar á 1979 sem fór í bíó. Strákurinn er svolítið sjóaður. Þú ert sjóaður í þessu. Þú ert tölvöld sjóaður heldur en sérstaklega fólk á þessum tíma. Já, alveg klálega. Ég er bara eins og, þú veist, ég sé bara spurningamerki við þetta, þú veist, þetta virðist líka bara hafa verið á þessum tíma, 70 eitthvað, þar sem allir voru bara gubbandi og hlaupandi út í bíó, þú veist, ég bara kaupið þetta ekki. Nei, svo alltaf þess að þegar, þú veist, konið 1980 eitthvað, þá var líka komið þess kannski meira af einhverjum alveg hryllismyndum og einhverjum slassermyndum og svona. Þú veist, segi þetta kannski frekar við Fly, þá kannski fólk að gubba. Með Goldblum? Já. Það er svona miklu líklegar heldur en Alien. Svona body horror. Já. Ég skil það alveg, sko. Og ég líka skil aðeins frekar kannski Exorcist heldur en Alien. Frekar, miklu frekar, af því að þú veist, ef þú ert eitthvað stráng trúaður og þetta bara fer bara dýfst inn í sálina á þér. Þið finnst þú hafa bara verið að horfa á eitthvað. Þá æluru. Eða hleypur út úr salnum. En það er líka eitt atriði í þessari mynd sem er bara svona klassískt atriði. Það er þetta þegar chestbuster atriði þegar hún kemur út bringun á John Hurt og líka það sem er líka magna við þetta atriði maður er kannski gætna á að gleyma því það er svo gaman þegar maður rifur upp svona eldri myndir að fólk vissi ekkert hvað var að fara að gerast þá. Nei, þú veist, ímynda líka bara á þessum tíma þú veist, internet var ekki til það og þú veist, þeir eru örugglega ekki alveg að bomba einhverjum spoiler trailer með þess að ég ger í dag svo ferðu bara í bíó á okkur science fiction mynd ég finnst það líka bara þegar facehuggarinn kemur þú veist, maður hefði bara verið hvað er í gangi, hvað er að horfa á svo springur hann út úr brjóskassanum á John Hurt og bara allt við þetta atriði þetta er svo gott atriði æðislega bara allt við það, líka bara hvernig leikarnir bregðast við þetta gerist veist, var ekki mögulega með mismenn eitthvað var þetta eitt af þessum atriðum þar sem fólki var ekki sagt hvað var að fara að gerast? Svona bæði og þau var vissu að þetta væri að fara að gerast þetta lást all handritið þannig þetta er vist búin að vera eitthvað svona orðrómur að þeir hafa ekki vita að þetta væri að fara að gerast og eitthvað svona en það sem kom þeim kannski á óvart var í fyrsta lagi lætin þetta var vist alveg svolítið svona eins og hálfgerð sprenging þegar geimverðar kemur út og svo spýttu svo mikið blóð fólki í rauninni það brá bara virkilega sérstaklega einni verður án eitthvað Cartwright sem leikur Lambert hinn konan þú veist maður sér á andlutinu hennar þú veist henni virkilega bræður sko. þú veist þetta var alveg alvöru hún var ekki að leika það moment en það mitt gerir þetta svo töff atriði spýtist náttúrulega blóð út allt og svo hleypur litla skrimslið bara út úr rammæruninni virkar samt pínu þess að þetta sé svona lítill kappaturspil reyndar en maður fyrirgefur það þetta er 41 árs gömul mynd já, ég pældi því, hún var það gömul en já, þetta er svolítið svona svo kaffarspíl sem svona brunar út af borðinu, það er pínu fyndið svo líka er skrimsli sjálft svona pínu það segir líka já, eitthvað svona hljóð í því og það er ekkert svakalega skeri en það sem gerir þetta svona skeri atriði er allt í kringu það, blóðið viðbrun hjá kastinu og bara hvernig hann klippir þetta allt saman og hljóðin líka eins og þegar springur út brjóstið á John Hurt þú veist, ég bara það er ekkert ástæðalaus að þetta er eitt af þessum klassísku atriðum já, svo íkonísku algjörlega já, þú veist, ég hugsa að þetta kemist alveg á auðvitað top 10 top 20 allavega ef svona bara klassísk atriði sem ég vil líka meina það alveg saman hvernig að horfa á þessar mynd þetta mér alltaf vera áhrifaríkt atriði já, klálega þetta er bara ótrúlega vanda þetta er líka, þetta hvernig þetta er sett upp það er allir á að gaman hana veist, myndin byrjar á þeim öllum saman, var það ekki? Nei, hún byrjar á þau vakna úr potunum, svo eru þau öll saman í kaffeteríunni að hafa svolítið gaman við sem áhorfundur erum svolítið sett aftur í þetta öryggi skilur að það er allt í lagi, þau eru bara þú veist,
Já. þau eru bara að skemmta sér og lifa lífinu eða skemmta sér, þú veist, þau eru bara, það er ekkert að, Nei, þú veist, það er allt orðið aftur normal, Já, alltaf ekki í líkingu við já, og það svo sem allt í gerist einu síðan. Já, svo allt í einu erum við rifin úr þessu falska öryggi já. og þess vegna er þetta svona, já, ennþá áhrifaríkara. Og það sem er líka svo töff er að Ridley Scott hann tegir þetta aðeins, eða Ridley Scott og handriðsöfundanir, að það sem gerist hann fær facehuggerinn á sig svo kemur hann, og þá náttúrulega er hann bara eins og þessi meðendalaus, svo kemur hann aftur borð í skipið og hann liggur þar með drasli á sér í smá tíma allavega, það er allavega nokkur svona skot og þú veist, það líður eitthvað smá tími Já, virðist líðalega það líður einhver dágóður tími. Já, allavega í myndinni sjálfri Já. virtist vera og svo bara vaknar hann bara fínulega með hann. Já, bara fínlega songur. með hann. Já, nákvæmlega, bara songur. Og þá einhvern veginn bara eins og, það er allir góðu. Þú veist, ef að chestburstótið hefði komið, bara leið og hann hefði fengið á sig facehuggerinn. Já, þá erum við ennþá í viðbrastöðu sem áhörendur. Já, þá er ekki, það er ekki eins áhrifaríkt. Já. Og mér finnst það svo ógeðslega flott. Og að hann skildi hafa haft í rauninni vit á því að gera allir svona, byggja svona mikið upp. Já, þetta er bara fagmaður. Já, algjör fagmaður. Og svo líka bara eins og með hann, þetta var önnu myndin hans. Nú, vá. Hann gerði bara eina minni mig Já. á undan, svo gerði hann þessa mynd og því líka fagmaður ég er með svona love-hate samband við Ridley Scott ég fíla ekkert allt sem hann hefur gert en hann er svona snillingur sem maður og hann hefur gert rosalega mikið af góðum myndum og bara þessi mynd hún eldist líka svo svakalega vel og þá komum við líka inn á svolítið módelin svolítið með módel það er ekki eitthvað tölvu gert út ég meina þú horfir á þessa mynd frá 79 hún eldist vel en þetta er dag hún flott en þú horfir á Phantom Menace frá 99 20 ánum setna hún bara lítur ekkert vel út allt þetta tölvu gera drasl á meðan á módeli það endist bara og eldist mun betur Hvar stendur þú með það? Svona CGI versus svona módeldótt og make-up? Alveg klárlega er ég í team practical. Mér finnst CGI-ið vera ótrúlega gott tól til að skreita og betrumbæta en það eru bara rosalega margir hlutir. Þú veist, auðvitað tölvutæknin alltaf verða betur og betri og það er hægt að gera alveg fótor í hluti en þannig að það er ekki eins, það er ekki sama þyngd í þessu, það, þú veist, sérstaklega farin að tala um það sko að leikarar séu að leika á móti, þú veist, mókap er náttúrulega búið að gera rosa mikið fyrir þetta, en það er samt, þú veist, með einhverja þú veist nú er hann að hugsa upp eitthvað dæmi, ok, manstu í Alien 3 þú veist, það er náttúrulega bara besta dæmi, þar sést þetta, þú veist, svo er ég að skipa svona fram, en þar sést þetta bara svo svart á hvítu af því þar ertu með gemveruna í glötuði CG á köflum, þar sem hún hleypur eins og eitthvað bara, þú veist, bara Jesús það er mjög slæmt það lukkar ekki kúl þetta nei, og svo ertu með, þú veist, þetta íkoniska skot sem að nota rosalega mörgum pósterum af Sigourney Weaver þar sem hún er að uppi veggin líta frá, hún er að hörfa undan gemurinni og hún er bara svona alveg upp við hana það er náttúrulega praktikal og þetta lúkkar svo vel þú veist, þetta er, þú veist, ég held að við hefum ekki fengið svona góð viðbröð út úr Sigourney Weaver með bara einhvern svona tennisbolta skilur þú, pota aðinni tennisbolta á einhverju priki þetta gemur hann þú ert ógeðslega hræddur við þetta ég er alveg samlega það eru svona alls konar þeir geta gert miklu fallegri gameskot og alls konar hluti en þú veist, sérstaklega þú veist, þetta er á minni skala veistu hvað ég meina? Já, mér finnst líka að því að svona tölubrillur eru mjög skemmtilegar og það er marga myndir sem væri bara ekki þetta að gera í dag nema með þessum tölubrillum en það er eitt sem mér finnst bara ekki passa saman og það er horror 100% samanlega og tölubrillur það er ekkert skeri við eitthvað tölvugert skrimsli ég er ekkert hræddur við eitthvað teiknumynd þú veist, það er miklu flottar að hafa þess vegna til þess að svo The Thing frá, ég held sé 82 John Carpenter þú veist hún er geðveik hún er ennþá mjög bara unsettling
Já, að þú ert með ok, þetta eru dúkkur og eitthvað svona animatronics dæmi og make-up. Já, en þetta er physically þannig. Já, þetta er á staðinum og það er bara svolítið annað heldur en eitthvað teiknað. Þó þetta sé orðið eitthvað svona, þegar það getur gert líka bara photoreal í dag. Mér finnst bara horror og svona, finnst bara ekki passa saman. Ég er sammálaður. Þannig að, já. Þú veist, ég get alveg fyrirgeðið, þú veist, þess að gera CG sets og eitthvað svona í horror. Já, mér finnst það til dæmis í umhverfið alltaf lagi. Já, þetta fer náttúrulega eftir bara hvernig hún notar þetta. Já, ég meina, sjáðu bara, ég ætla ekki að vera langt út úr efnið, en sjáðu bara munið til dæmis á Matrix og Matrix Reloaded. Í Matrix, þá voru aðalega tölvugjörn eins og umhverfi, eins og þetta bullet time dæmi og allt það. Svo fór þeir að tölvugjörn Neo og Smith í Reloaded og þetta er svo ljótt þetta er svo ljótt það er svona eldist eitt vel ekki framhaldsmyndar, þetta er stór ástæða fyrir því en já, ég ætlaði ekki að fara svona svakalega off track en yfir höfuð þú sagðir áðan að það væri svona mitt á milli 1 og 2 gætir þú aðlega á milli þeirra? Nú er ég er að spyrja bara beint út núna ég valdi svona út í loftið áðan sko það er rosalega erfitt af því að þetta fer rosalega eftir bara hvaða mynd væri til í að horfa á þeirri stundu. Veistu, það eru sumar myndir sem er ég til í svona slow burner eða er ég til í hasamynd. Myndur þú setja hlið við hlið bara? Í rauninni. Það er svolítið þannig að þetta eru báðar mér finnst þess að myndir vera báðar alveg frábærar í því sem það er ætluð sér að áorka og það gera það báðar fullkomlega, ég meina Aliens er svakalega hasamynd, sérstaklega á þeim tíma sem hún kemur út þú veist, ég var svona, það hlakkaði í mér meðan ég voru að horfa á hana, að því ég fór svolítið að hugsa sko, þú veist, ef þessi mynd hefur verið gerð í dag, þú veist, ég fór svolítið svona að hugsa ef Cameron hefði gert þessa mynd í dag þú veist, ég myndi hvað þetta hefur verið mikil bomba, þú veist, af því að náttúrulega, auðvitað er hún aðeins að manni finnst niður tónaðri heldur margar hasamyndir í dag, því við erum orðið vön svo mikil geðviki. Já, og líka bara miklum peningum. Miklum peningum, nákvæmlega, en þú veist, hún er hvað, 86? Þú veist, þetta er hvað, 34 ár síðan. Pældi í þessu. Já. Þú veist, þetta er rosalega hasamynd með þann tíma. Ég vil meina það, þú gæti sett hann í bíó í dag, ok, þú þyrfti kannski að hreinsa aðeins eitthvað svona green screen dót og eitthvað þannig. Ég vil meina það að þú gæti sett hann í bíó í dag og hún yrði samt vinsæl. Þú veist, mér finnst þessi mynd bara, þú veist, mér kannski ekki nú viljum bæta ykkur við í sambandi við fyrstu mynduna. Nei. Það reyndar eitt sem ég vil tala um, það er í lokin. Mér finnst öll myndin bara alveg brilljant, Alien fyrsta. En mér finnst þann pínu fyndið. Af hverju var ekki til peningur í budgetinu fyrir nærbuxur sem pössu og skróni við mér? Ég alveg tala ég var að horfa á hann og ég var bara tók enginn eftir þessu er það ekki sammála? Það er svo litlar Er þetta ekki bara 70s tískan? Er það samt? Var þetta ekki bara til að selja miða? Ég meina, var fólk ekki í fötum sem passaði á það? Það eru rosalega litlar. Þú voru náttúrulega ekki að taka með einhverja boxerbuxur út í game. Nei, ég er bara að tala ef hún gengur í buxum sem eru medium, ekki láta hann að fá smól. Tókst það héttir þessu? Jú, það eru pínu litlar. Þú veist, það er kannski að segja þetta hafi verið eitthvað þessum tíma. Þetta er svona pínu svona bikini buxur. Þetta var ræðilegt, hún var bara að plömma hann í lokin. Mér fannst það ekki gott. En já, ekki nú vilja bæta við fyrstu myndina. Nei, ég hef ekkert meira með þetta að segja. Við erum bara að færa ykkur yfir í Aliens, sem er uppáhaldsmyndi mín af þessum myndum og líka bara eina mínum uppáhaldsmyndum. Og ég vil meina það að ég er svo mikil Cameron-maður. Cameron er einn af mínum top 5 uppáhaldsleiksturum. Hann er snillingur. Hann er snillingur. Ég seti hann að mannu hliðin á sko Bill Gates. Hann er hann að það mikil snillingur. Og mér finnst Aliens vera næst besta framhaldsmynd sem hefur verið gerð. Já. Það er allan að mitt persónulega mat. Þá kannski spyr sig ykkur, hver er besta framhaldsmyndin? Ég get svarað því. Já, þú að ég er búin að segja þetta við aður. Já, ég er líka sammálaðir. Já, ok, og hver er það? Það er Terminator 2. Já, það er besta framhaldsmynd sem hefur verið gerð. Algjörlega. Og þá segir fólk eitthvað, já, en Godfather 2. Lake Placid 2. Lake Placid 2, einmitt. En nei, mér finnst þessi mynd algjör snild. Hún er frábær, ég elska krúið. Já, ég líka.
ógeðslega gaman að Lance Henriksen cool í henni. Já, hann geggjaður í henni. Mér finnst líka bara svo töff að Cameron hafi séð fyrsturunni og það svona meira svona horror thriller og hann bara hugsa með sér, ok. Hún bara eins og slassermynd, sko. Já, sérstaklega í lokin. Já, þú veist, gemurinn að taka því eitt í einu. Já. Þú veist, bara, þú getur í rauninni breytt þeim í einhverja high school krakka og settu í eitthvað draugahús. Já. Og Michael Myers á eftir þeim, skilja. Þetta svona nánast bara... Þetta er ekkit ósvipað. Já. En mér er svo töff að hann hafa hort á þessu mynd og verið bara okkur, þetta geði ykkur heimur. En hversu cool var að gera hasarmynd með þessum verum og svona. Og kannski ástæðan fyrir því að ég fíla Aliens best af þessum 4, frekar en Alien. Mér finnst það rauninni upp á gæðan að gera. Þetta eru báðar frábæra myndir. En spurningin ertu meira fyrir hasarmyndir, ertu meira fyrir hryllismyndir? Mér finnst það oftast vera svarið, ef þú segir hryllismyndir, þá ertu oftast, myndi ég segja, hrifnar af Alien, heldur en Aliens. En hasarmyndir eitthvað sem bara nummer 1 hjá mér. Hryllingur enda nummer 2. En að því leitinu, og ég dýrka líka Cameron, þá Aliens upp á þessu myndi mín. Mér finnst bara svo flott líka að hann gerði ekki remake af fyrstu myndinni. Já, algjörlega, hann fer alveg aðra átt með þetta. Bara alltaf rátt, og ég myndi líka eins og ef þú séð fyrstu, bara í bíó. Já, svo fer það þessa. Þú veist, þetta bara allt þessi mynd. Já, algjörlega. Allir fullt af einhverjum hermönum, allir með einhverjum að geða eitthvað byssur og ég vil ekki taka það fram að mér finnst Pulse Rifle. Það er næst flottasta kvikmyndavopn ever. Já. En hvað er það sem er eitt hjá mér? Flottasta kvikmyndavopn allar tíma. Flottasta kvikmyndavopn. Hugsaðu nú. Er það í Alien franchise-inu? Nei. Er það byssunar hjá gæðinum í 4? Nei. Nei, lightsaber. Já, lightsaber, þetta hvernig light ég. Það er ekkert að topa það. En já, mér finnst að vera með rosalega flott í Aliens. Hvernig hann blanda saman næst í svona einhverju Vietnamynd við Alien. Sér bara hvernig hönnun á þessu dropshipi. Já. Sem að í skipinu sem fann með nýra planduna. Þetta er svona eins og blanda af eitthvað svona þyrlu og eitthvað svona þetta er alltaf viljandi gert hjá honum. En mér finnst bara svo cool að hafa í rauninni sensið, bara eitthvað, ég gerum framhald Alien en ég ætla ekki að gera hryllismynd. Nei, ég ætla að gera fokkin stríðsmynd, ég ætla að gera hasamynd. Og hún er spennandi, hún er ekki svakalega scary beint, hún áleika ekki að vera það. Nei. En hún er spennandi, við geðum ykkur krúi og geggjum hasar. Geðum ykkur hasar. Hvernig veist hún hafa elst? Mér finnst hún að elst rosalega vel, mér finnst hún að elst til dæmis sko miklu betur heldur en Alien 3. Ok. Bara, þú veist, og náttúrulega stór partur af því bara er að það sem ég er að tala um áðan með CGI gemurina, það rífur mann svakalega mikið úr myndin alltaf hún kemur. Já. En mér finnst hún ég veit ekki eiginlega, þú veist, hún hefur elst það vel að það eina sem maður myndi breyta en eins og segir, það þyrfti bara að pólisa bara nútíma væða kannski hvernig hún er skotin og mixuð og þú veist hún væri örugglega aðeins trilltari í dag en hún er, ég veit ekki hvað það er eftir að gera mikið betur við hana svona á grunnleveli. Nei, ég er svolítið sammála, ég heldur getur tekið bara þetta handrit og svona og haldið því og þetta er aðalega bara svona tæknabrillunar. Þetta er meira bara sko að tæknin er búin að fleita svolítið fram. Já. Þú veist, atriðin sjálfur eru ótrúlega vel uppsett. Törrætt atriði sem maður fær ekki, þú veist, aftur, þú færið ekki að sjá hvað er að gerast, þú þarfst að ímynda þér það. Já, þú sér bara teljaran fara niður. Já, það er samt geðið spennandi. Ógeðslega spennandi og það er, þú veist, og fókið soundið í þessum törrættum, rugglað. Bara geggjað. Já, það er Hann kann þetta svo. Hann er svo mikill hasarkongur. Já, hann er það sko. Mér finnst líka bara svo töff. Mér finnst í rauninni, ég verði að nefna það, mér finnst James Cameron vera ekki bara snillíkur, heldur mér finnst það vera mesti töffarinn í Hollywood. Það er í rauninni 2 ástæður fyrir mér finnst það. Númer 1 er að þetta er fyrsti leiksturinn sem gerir mynd sem kostar $100 million. Já, var það? Það er trúleis. Já, næs. Og þetta er fyrsti leiksturinn sem gerir mynd sem kostar $200 million og það er Titanic. Og það er eina ástæðan með þessi töffarinn. Er einhver á avatarmyndunum að fara að kosta 300? Nei, dýrasta mynd alltaf tíma var Pirates of the Caribbean. Hvað kostar það?
númer held ég 4-5 eða eitthvað, þetta var svo mikið drastlað. ok, wow. Hún kostaði 357 milljónir eða eitthvað. En önnur ástæðan finnst að vera mest töffan í Hollywood er að hann gerir Titanic og ég man þegar hann gerir hana að ég hugsaði með mér, hvað er hann að gera? Hvað er hasa kóngurinn að gera eitthvað ástasögu? Já, svo er það geðug mynd. Góð mynd, þetta er ekki uppáhaldskáfanmyndi mín, en Nei, þetta er þrjusu fín mynd. já, og hún slæðir öll með. Ég hugsaði með mér, hvað er hann að gera? Ef ég hefur umbóðsmann, ég hef bara sagt að hann Jim, ég myndi kalla hann Jim ég myndi að Jim, ekki gera þetta þetta er bara að fara að klúra þínu ferli en hann gerir þetta, hún slæðir öll með og hún heldur því meti tekið hæsta mynd allar tíma frá 97 þá getur 2009 Já. og þú voru að hafa það í huga að frá 97 og til 2009 þá kom alveg sleggjur sko. það eru Matrix myndinar, það eru Lord of the Rings myndinar, það eru Harry Potter myndinar og þetta eru því líka sleggjar að koma og það er enginn sem kemst nála Titanic svo segir kameran bara, hann er ekki búin að gera mynd í 12 ár svo segir hann bara, herðu, tjekkja á þessu geima Avatar og það er tekið eftir mynd alltaf tíma hún er reyndir ekki lengur í dag því Endgame Avengers mynd tók hann á stallinum en pældu sem því hvað þurfti til þess að taka hann á stallinum í fyrsta lagi er Avatar ekki byggð á neinu bók, neinu töluleik þetta er ekki framhaldsmynd, þetta er orginal mynd byggð á Pocahontas að reynda hann já, þú veist, ok, grunnsagan er kannski ekki frumleg ég veit það, ég er að stríða þér já, en hann kann þetta, skilur þetta er bara master storyteller hann er það, og það sést líka svakalega í Aliens ég meina, hann búin að gera Terminator 1 hann að gera þessa mynd og hann fekk hérna þetta starf út af Terminator að fá að leikstra Aliens og mér finnst hann að staði sér bara svo ógeðslega vel sammála já ég er hann að sannfara að þetta sé besta ég er hann að koma þér yfir á Aliens frekar en Alien nei, þú veist, þetta er kannski býnur cop-out að velja báðar að velja, þú veist ég á bara svo rosa, af því, þú veist þetta er kannski ekki bara hugsanavilla hjá mér finnst þetta bara, af því þetta eru svo tvær ólíka myndir, þá finnst mér þetta að vera þetta að byrja svona saman, eða láta það keppa já, þú veist, en þá samkvæmt því ætti ég ekki geta gert upp á milli nefna þeirra þeir eru allar ólíkar það er bara allar myndir upp þannig að þetta er koppat hjá mér, djöfisins heigullarstu Snorri en ég spyrði bara núna hvort hefur þið meira gaman að hryllismyndum eða hasamyndum svona overall ég hef persónlega ég meira gaman að góðum hryllismyndum ok, þá er Alien, þá er ég búin að velja fyrir ok, takk þetta er bara leist, þessar umræði lokið tölum við hvað annað nei, en höldum að áfram að tala um Aliens en það er alveg mikið í henni sem að mér finnst töff og þess að við vorum að tala um krúið sjálft út með svo flotta leikara já. En vissið þú kannski vissið þetta vissið þú að Michael Biehn átti ekki að leika Higgs? Nei átti hann að vissir það? Nei, ég vissi ekki okay. Átti hann að leika, hvað heit hann, Peter Krause? Nei, hvað heit hann? Átti hann að leika um annan karakter eða? Nei, hvað heitir skítallinn? Lilli Weyland Yutani Dirtbaginn Paul Reiser Peter Krause hver heitir Peter Krause? Peter Krause er úr Sixty Thunder já hann er örugglega verið á þessi tíma 10 ára var Nate ekki Nate Fisher að leika já, en hann var ráðinn setna vissur það þegar þú byrjar að taka upp nei, en hann skrifaðir inn nei, okay. og annar leikari ráðinn Sam Hicks og hann þeir fóru eitthvað svona military camp og þú veist, þurftu að læra eitthvað að vera eins og eitthvað unit og læra að skjóta byssurum og svona en það var annar leikari ráðinn þegar þú byrjar að taka upp og það eru til stills af þessum leikara og þetta er frægur leikari James Remar hann leik Hicks ég var búin að heyra þetta ég vissi þetta fyrir einhverju síðan en ég vissi aldrei af hverju hann var látið fara þetta segja bara eitthvað svona creative differences og eitthvað svona dæmi hann var rekinn ástæður því að var dóp hann búin að segja þetta sjálfur í viðtali að hann var í svo miklu rugla á þessu tíma ég held að hann hefur tekið bara fyrir eitthvað svona possession og hann bara rekinn þá bara hringdi Michael Biehn bara first day svo getur þú mætt á morgun mánudaginn til London
Nei, shit. og hann var bara eitthvað, já, ég skal gera það. Já, Það geðveikt. finnst þetta að hugsa svona, að því Já, hann tók hann bara er við búningnum hans Íkonískur maður já, og... nákvæmlega, hann er meira bara inn á borðinu hjá okkur. Já, Hérna er Maður. Michael Biehn, Hicks, ég er mikill Michael Biehn fan. Ég Mér finnst líka. dýrkanagur. þessi gæi átti að vera miklu stærri heldur en hann var. Já, ég skil ekki, mér finnst hann eiga 3 geðveik hlutverk. Mm. Þú kannski leiðir þetta mig ef ég er að gleyma ykkur. Fyrir mér er þetta Kyle Reese í Terminator, Hicks í Aliens og Johnny Ringo í Já, Tombstone. fucking ei. Ég var að fara að standa upp sko, og taka í þig, það er ekki að segja það. Hann er Hann er geðveikur. geggjaður. Það er uppáhaldsframistæðan Já. framistæðan hans, Geðveikt mústas. uppáhaldsframistæðan mín af honum, hjá honum, er í Tombstone. Já. Hann er geðveikur Hann í er henni. Sko. geðveikur í henni. En já, þannig að mér finnst alltaf töff að þú veist, þess að fyndi einhvern veginn hvernig þetta þróast ef að James Remar hefði verið áfram sem Hicks og Michael Biehn ekki gert það. En að því mér finnst hann passa svo vel í þetta, hún var bara hent inn í þessa mynd Já. að hann er svo mikil fagmaður. Já, hann rúlar þessu. Hann sagði bara, ég var ekkert að þjála með það, ég græði þetta bara, þú veist. Svo ég meina svo þetta, Horfði bara Platoon og svo fóri. en að því hann er svo flottur í þessum hlutverki. Já, hann er eins og þetta að vera skrifað fyrir hann. Já, algjörlega, svo Bill Paxton, mér finnst hann líka ógæslega skemmt í þessari mynd. Til sé maður á eftir honum maður. Já, ég maður ekki fara að gráta. Já. Það var fyrsta sinn sem ég var pínu leiður þegar einhver frægur dó. Já, ég var mjög leiður þar Heath Ledger dó. Hann deyr á undan Paxton. Ástæðan fyrir þeir út af Dark Knight, henni gekk svo vel, hann fekk svo mikið lof fyrir framistuna, hann fekk ekki sjá það. Já, ég meina, ég var kannski meira svektur fyrir hans hönd. Svona, en ég var svona, að því maður, við erum á sem aldrei að við svolítið ölumst upp með Bill Paxton. Hann er í öllu einhvern veginn. Já, maður þykir svona kannski væntnum. Já, ég skil hvað við. Mér fannst svona, mér fannst eins og einhverja dáið sem ég er svona svolítið þekkt. Já, reyndar. Ég er sammálað því. Þú er búin að selja mig það. Ég var leiðari þegar Bill Paxton dó. Hvernig dó hann? Það er bara 3 ár síðan. 3-4 ár síðan. Svo það líður svo satt. En einmitt að sjá hann í þessari mynd, það er líka sem er svo töffið að vera leikari, er að þú lifir ódöðlegur. Ef það langar að hitta Bill Paxton og bara horfur okkur mynd með honum, þú getur fengið aðeins að sjá kallinn aftur. Og það sem ég var skaðan líka við þennan karakter, þó hann sé svona að hann breytist í hálfgerðan heigul. Þú veist, hann bara game over man, game over. Hann er náttúrulega heigul frá byrjun. Það er náttúrulega hann spilar sér miklu harðari. Já, hann getur, ég samt trúið ekki að hann hafi verið einhver heigull fyrir þetta var eitthvað svona Special Forces Unit. Já, þú veist, hann var kannski full harðst að kalla hann heigull, en hann var ekki harður og hann lét út fyrir að vera. Michael Biehn sem sagði ekki orð, hann var harður. Það er líka alveg töffarnir, þú þurfum ekki að segja þessu töffarar. Já, ég er að segja það. Já, ég ger mig grein fyrir því. En svo var hann líka alveg svona, hann var svo svakalegur heigull. Það er svolítið bara hann átt að sig bara á stöðumála. Þetta er bara óvinnandi dæmi. Já, hann er samt, það sem að gæti kannski gagnrýnt hann fyrir er að ef þú ert eitthvað svona military gaur, þá þarfst að halda kúlinu. Þú veist að hitta einhverja geimverur. Já. Þú veist, ég meina, ég get alveg séð fyrir mér ef við myndum senda eitthvað Navy SEAL-lið í dag, þeir myndi hitta þetta lið, þessar geimverur. Ég heldur myndi ekki fara að panika og grenja eða skilur hvað við. Nei, ég gist ekki við því. En það sem heldur honum. En hvað er sjónvarpið í því? Já, það er rétt, það var eitthvað drama í þessu. En það sem ég finnst ástæðan að vera ekki pirrandi, allan finnst mér, er að hann er bara svo skemmtilegur leikari. Já, þetta er bara skemmtilegur karakter. Já, þó hann sé eitthvað, hann er samt svona grennið, hann er samt að redíma sig aðeins í raun í lokin, þá verður hann aðeins svona. Já, hann hýsir aðeins upp í sig. Já. Djúvel fucking, mér finnst það svo geðveikt þegar þeir fara inn í hreiðrið og lenda í ruglinu. Er það nú fyrsta svona þegar þeir eru búin að vera svolítið svona cool á því, svolítið kokki, þú veist, við ráðum hvað sem er og Ripley veit alveg hvað er í gangi, en líst ekkert á þetta. Svo þegar þetta byrjar allt maður. Það er ekki svo töff hvernig hann klippir yfir á, þeir allir með svona kamerur. Já, mér finnst það geðveikt. Það er ótrúlega flott touch. Já, það er geðveikt. Og bara hvernig hann klippir á milli. Hafa einhverja aðra myndi gert þetta? Getur ekki Bad Boys eitthvað svona? Hvaða mynd var þetta með svona? Þessir eru með kamerur á sér. Já. Þau eru eflistur í einhver annar mynd. Já, örgulega. Ég veit ekki hvað voru hugsa Bad Boys. Nei, ég hefði bara, þeir voru ekki með eitthvað bodycam eða eitthvað. Æ, ég veit það ekki. Þú bara eitthvað rugl. Já. En mér finnst það mjög töff hvernig hann klippir á milli og
það er svo cool líka hvernig það byggir upp af því að það hasarinn byrjar ekkert strax í þessari mynd. Nei, þegar að maður sér fyrstu geimveruna er ógeðslega cool. Þeir eru búin að koma leikara fyrir í búningnum í veggnum fyrir aftan. Já, hann sé svona partur af umhverfinu. Já, ótrúlega flott. Það er geðveikt. Svo sé maður byrja að hreyfa sem maður bara, fuck. Já, og bara enn og aftur, þetta er svo geðveik hönnun á geimverunni. Og svo byrjar alltaf að fara til fjandans. Og það er svo eitt af mér upp á saturum, örgulega allar tíma, er í Aliens. Já, það eru 2 atriði. Og fyrra atriði er þegar þeim er alltaf bara í slátrað. Þessu krúi, þessu military krúi. Og svo hlaupaðar aftur, Ripley kemur og bjargaði þeim á bílnum. Og ég líka fílaði bílinn, hann var svona nýti og hún kemur, keyrir að þeim, bjargaði þeim, þau hlaupa svona inn í bílinn, svo skjóta henni gemur fyrir utan og þá skvettist síra á Drake. Það var Vasquez og Drake sem voru báð með svona smart guns, eitthvað svaka og eitthvað svona Gatling gun eitthvað. Já, það er ekkert svakalega praktísk, bara svo töff. Lúkaði vel. Og hann fær svona síri andliti og var eitthvað öskrandi eitthvað, hvað skemmtir þessu? Og hún eitthvað, nei, Drake, eitthvað, og þau hlaupa inn í bílinn. Svo er alveg að loka og Hicks er að fara að loka hurðinni. Og kemur geimvera og opnar hurðina og setur svona andlitið inn og hann tekur haglabissu sem hann er með á bakinu. Mér finnst þetta töffatri. Setur hann upp í kjaftuna hann á geimverunni og hvað ítis skýtur hausna hann í alvegni. Þegar ég sé svona atriði. Þetta er eins og, ef þú getur sett hamingju í vökvaform. Þetta er grjótart. Þetta er eins og þú myndir hella bara hún í mig. Ég myndi bara drekka hamingju. Ég fæ bara svo mikið út úr í eitthvað svona atriði. Og líka kamerun er svo ógeðslega góður. Hann er svo góður í þessu. Töff svona atriði. Þetta hefði getið hallarslegt. En bara hvernig Michael Biehn er sett, eitthvað eat this. Þetta hefði getið verið svo glatað. En í þessu mómenti þetta er svo cool, enn þann dag í dag ég múið sá sem einn miljónsunum, enn þann dag í dag er ég bara, ég fæ alltaf bara bros, ég byrja bara að brosa, hamingju brosi en svo líka Lance Henriksen Lance Henriksen í þessari mynd hann er geggjaður. En að því við erum að tala um Alien, það eru 2 leikarar ég held þessu það eru 2 leikarar sem er sölustu rödd eða raddir, sem ég bara aðeins heyrt, það er Lance Henriksen og Michael Wincott síðan í nummer 4. Já, Jésús, hann er svo cool rödd. En Henriksen er líka með geggjaða rödd. Já, hann er geggjað. Hann er bara ekki svalur í útliti eins og Wincott. Hann er svalur samt líka. Já, hann er cool. Þeir eru báðir svona ljótir menn, en þeir eru samt ógeðslega cool. Já, ljótir. Nei, skilur við, þú veist... Þau eru dómharður. Nei, veistu hvað ég meina? Þeir eru ekki svona Hollywood ekki sagt að þetta séu sérstaklega falliði menn, þetta er ekki pretty boys þetta er ekki Chris Hemsworth. Nei, þetta eru kallmannlegi menn, þú veist, þetta eru bara ekki mjög þetta er ekki pretty boys en þeir eru ótrúlega svalir mjög svalir. Svo er hitt atriði fyrir aðeins fram í sögunni það er þegar drottningin reikur hann á hól með skottinu. Já, í skipinu. Geðveikt. Það er svo cool aðrið. Ég elska, ef við tölum að þessum andröðuna hún rífur hann í sundur. Ég elska gúpið inn í þeim. Já. Það er svo þetta er svo mikið eins og innefli. Þú veist, samt er þetta svo artificial og eitthvað. Og bara ég elska hönnun á því. Ég man og það er eitthvað sem að sat alltaf í mér svona aftast í hausnum á mér. Mér fannst þetta þegar, þú veist, maður sér þessa myndi þegar maður er mjög ungur og þetta er einhvern veginn svona sat alltaf í mér þessi hönnun. Ekki eitthvað að mér finnst þetta ógeðslegt eða eitthvað. Mér fannst þetta bara svo áhugavert. Mér fannst þetta bara svo flott. Já, ég er alveg sammálaður. Mér finnst líka, ég hef alltaf elskað þetta hvíta dót. Já, litin á, eins og segja, þetta gúp. Málega, þetta er bara mjólk. Er þetta bara mjólk? Já, ég held þetta lítur út þessu mjólk, en ég held einhvern veginn að þeir væru með eitthvað svona, þú veist, eitthvað gerfidót. Ég held þetta væri eitthvað þykkara. Þetta er alveg bókamál mjólk sem er upp í honum þegar hann er að gubba þessu upp úr sér aftur og aftur. Já. En þetta er aðeins þykkara það sem er inni. Þeir nota jógurt líka stundum. Já, er það ekki það? Já. En við spóðum að finna þeir að nota alvöru mjólk. Já, það er alltaf bara gett easy fix eins og fyrir Henriksen að vera tjögga bara mjólka því að það koma þrjár klippur á honum í röð eitthvað. Já, það er alveg rétt. Mér finnst líka töff að kameran hafði Bishop sem
góðan Já, að þegar Ian Holm var vondur í já, og við sem áhorfundur alveg bara já, við treystum ekki þessum andröðs hvað hann eftir að gera já, að því við erum eitthvað búin að sjá hann Já. en þú veist, þetta er svo mikið snild við kameran, hann gerir það líka í Terminator 2 og gerir hann Schwarzenegger góða gæðin en mér var svo cool að þú veist, það hefur svo auðvelt að hafa eitthvað svona aftur eitthvað svona vond vélmenni það hefur verið svo glatað það hefur verið glatað, hann var manneskjan ekki neitt Nei, ekki neitt Þetta er Paul Reiser Burke Af hverju með Peter Krause fastan heim? Ég veit ekki, hann hefur verið 10 ára eða eitthvað Ég er að fara að horfa 6 Feet Under eftir Já, ég held að vera að gera það En þannig þú veist, litla skítseði sem hann er það var eitt sem ég hefði viljað sjá meira betur þegar hann er drepinn mér finnst það aðeins fáum við ekkert að sjá hann átti að lendi í einhverju ókýrsla hann átti að detta hún í eitthvað gemur reyður hann fekk svo boring dauða eða fattar þú? Já, ég er ekkert ósamlega þar þá var refsa skítalum í myndum þú veist, við sem áhorfendur við viljum sjá það og við fengum það ekki það bara sjáum að hann er inn í herbyggi með gemur og jú, hann er dauður en hann deyr ekkert verri en aðrir Nei, og svo líka bara slátti hann bráðin í síru eða eitthvað Gett gróf Þetta er svo þegar Bill Paxton deyr Hudson, það er ógíslara heldur þegar Burke deyr algjörlega, hetu döðið sann sko það er ógíslega cool en ég er alveg samanlega, það hefði mátt vera eitthvað svona meira að hann átti á skilið hann átti svo innilega skilið að því hann var svikari svo þegar hann platar eða hann platar ekki kannski Ripley og Newt en þeir eru inn á rannsóknarstofunni eða þar hjól var þetta þeir eru að sopna já, ógeð hann bara setur tvo svona sleppi hún er 9 ára eða ekki 9-10 ára eða eitthvað skrimsli einmitt, mér finnst það reynda úkslega töff aðri líka geðvegt aðri, hún er stút full af góðum aðri hún er geggjus svo líka bara powerloaderinn í lokin fyndi hvað hann dyrka það þegar hann með þetta aftur í Avatar basically bara sömu græðina nema hann er búin að setja byssur á það en það er bara svo cool ógeðslega cool, bara allan daginn ég elska líka hvað Avatar er eins og er síð í Alien heiminum já þetta er bara þú veist, ef maður sæði hann að Weyland Yutani kassa einhvers staðar í horninu í Avatar, þá myndi maður bara make a sense auðvitað er þetta sama heimi já, ég er alveg samanlega líka þetta military dót eins og í henni en það er ég sjúklega spenntur af þetta 2 þá er sér svona 10 ári í hana en já, mér fannst hvað var ég dætti alveg út af það út af þessu móturheldur sem kom já, við vorum að tala að skítseðin að fá verið döðdaga og að military dóti er eins og í Avatar já, nú mann ég hvað ég ætlaði að segja með Pálúturinn já, Pálúturinn þegar hún er að berast í drottninguna tókstu eftir því að skótnir sem hún er í því atriði býtu ekki voru það eru Reebok skór já, ok tókstu eftir því? Nei, ég tók eftir því en hvað finnst þér almennt síðan svona product placement í bíómyndum? Sko ég held að þú hatir það hataði kannski allir það hataði náttúrulega allir en þú getur ég skil þetta og mér finnst þetta allt í lagi upp að vissu marki ef það er ekki ef þessi er ekki tróðið framan í þig ég tók til dæmis ekki eftir þetta Reebok skór þú veist, mér er þetta bara svolítið cool Alien 3 það er product placement af Coca-Cola gæinn situr hann að drekka Coca-Cola út í geimnum, það fannst mér fárálegt fokk, ég man ekki svona eftir því hann að drekka Coke hann er að drekka Coca-Cola í glerflösku Jesús, það er glata sko, en það er samt ekki þú veist, hann réttir ekkert að myndavælinu og segir sko það var bara konið fúlun auðlýsingu þetta er þegar að þetta er það leiti þegar það er búið að drepa fangelsisstjóran og þau eru öll búin að hópa sig saman í einni hvelfingunni og eru svona að debata það hvort það er að fara að berjast við geimurinn eða ekki
þú veist, Ripley og hann hvað heitir hann, Charles S. Dutton Jú, þau eru eitthvað Dillon held ég. já, þau eru að agitera fyrir því að þau ættu að fara að drepa geimveruna áður en að Weyland Yutani koma að þeir myndu drepa ykkur hvort þeir eru eftir að drepa okkur ef geimveruna Er þetta að drekka kók? þá er fangavörðurinn þannig second in command gæðin 85 já, þá er hann bara með kók, flösku og er að drekka hana við ættum ekki að gera þetta bara með kókið, súpandi á því og alveg nokkrum senum sko, eða skilur nokkrum klippum á hann það sést aldrei að þetta sé Coca-Cola en Coca-Cola eru með náttúrulega svo íkoniska flösku en ég spottaði það bara strax, mér finnst þetta svo výrð En ég meina sérðu merkið? nei, en þú sér flöskuna Og eiga þeir eitthvað svona engarrétt á þessari flösku? já, Coca-Cola flaskan myndi ég segja að væri svolítið svona íkonisk En telst það með að það sést ekki logo? Og engin stafir? Það ekkert skrítið að ég geti gett þessi, ég ekkert einhver sérfræðingur einhverjum flösku. ég er greinlega bara svona mikil Greinilega. gósdrykkjumæður þegar þú veist þetta núna og ef þú sér þetta aldrei, þá ertu bara, vá, hann er að fókinn drekka Coca-Cola En mér finnst mér svona product placement, persónulega finnst mér að ég leifi það að sleppa ef ég fæ eitthvað cool í staðinn. Eins og mér sýnist þetta að vera Caterpillar powerloader og Caterpillar gerir ítur og gröfur og eitthvað svona drasl. Og ég fæ cool powerloader. Þá er alveg til ég að hafa Caterpillar logoið og Reebok, böggaði mig ekkert það mikið. Nei. Bara því að Powerloader er svo svalur og það dekkar fyrirkast allt annað Powerloader dekkar hún er ekki að vera í Disney ból af því ég fekk Powerloaderinn þá getur það verið emitt, hún getur alveg þvílið merkt. sko mér finnst allt í lagi að séu hlutir úr heiminum í myndinni á meðan það er ekki verið að sína okkur það þú veist já bara svona nærmynd af einhverju logoi eins og í iRobot já, mér varst það samt sko hann var bara allt, hann var í Converse skóm það var einhverju special edition Converse skór einhverju annar vintage sem komið samt út sama ára myndin kom út já, myndi gerist 2050 eða eitthvað en hann var að bíða eftir vintage 2004 Converse skóm annar sama ára myndin kemur út hvað ætlaði að segja, já, náttúrulega versta svona dæmi þá held ég þessi Transformers þá byrja Stanley Tucci að tala um einhverja Beats hátalara eða var það ekki, Beats pillan Bluetooth hátalarinn já, þetta var í Transformers 5 eða eitthvað, þú veist, eða 4 ég minn eini, hvað var það ræðilegt, en líka í Power Rangers myndinni, sástu það? Krispy Kreme já ég held að það sé eitt af svona vestur svona product placement sem ég bara æminni séð og ég fekk ekkert cool í staðin þar nei, það var engin powerloader inn á Krispy Kreme nei, nákvæmlega, það var allt drasl í þeirri mynd en þannig já, mottoa mitt er ef ég fæ eitthvað cool þá er ég sáttur með þetta er svo með Pulse Rifle, þetta er svo töff riffil sem að ég held að kamerun var bara hannaður sjálfur já, það er bara, tók hann ekki bara M4 og skellt á hann einhverjum pörnum Thompson velbissu, sett bara einhver haglabissu undir og eitthvað, en þú veist mér finnst þú bara þetta er svo töff byssa mér fannst svo töff þegar hún var líka í Ready Player One þegar ég taka mig bara en allavega, já, ég verð stundu fæ ég bara svona er þetta maður nörd þá er svo auðvelt að gleði það er auðvelt hellu upp í því sigri nákvæmlega, þetta er svona ákveður sigur sem ég fæði því að sé eitthvað svona töff í bíómyndum já, svo enda myndin af því að hún drefið drottninguna eftir Powerloader actionatriði geðvett atrið, djúðlega er það cool atrið það er geðvett, það er líka svo töff að sjá eins og þessu gamla myndum þeir þurfa að nota öll trikkin í bókinni að því í dag er þetta bara tölvugerð bara sem það gera Avatar, þetta er bara tölvugerð þetta er miklu svalara já. en við verðum áður við hættum að tala rosalega var forst þetta mæðgna samband á milli hennar og Newt fannst þið það? Já, það var aldrei talað um hann eftir einhverju dóttir í Alien og þú veist svo segir Newt þegar koma að hún sé búin að missa mömmu sinna einhverjum viku síðan og hvað er hún lengi með hvað ætli séu lengi á svo plánutu 2 daga já kallar hann að mömmu og leiðin upp í skipið já, alveg, ég horfði hana með kærastur minni og hún spurði sagði hún mommy
og ég var líka bara, já, hún sagði mér finnst það var þetta, það var skrítið það var, þú veist, allt þetta já, ok, það var þetta dóttir þín er orðin fullorðin og dáin og þú mistir af henni henni er ný dóttir fyrir þig og hún bara acceptar þessi mömmuðina bara eftir 2 daga en Cameron ætlaði, veist, ef hann hefði gert 3. Þá var pælingi svo að Newt myndi taka við nei, að Ripley, Newt og Hicks mynda hálfgerða fjölskyldu á jörðinni já, og hvað er það bara eitthvað svona kamó nei, nei, ég fór svona að hugsa bara dramamynd já, ég fór ekki að hugsa, þetta er bara eitthvað svona húsa á sléttunni já, svona, þau að díla við PTSD já, Newt að reyna að komast inn í skóla eitthvað hundlega en já, það var kannski pínufórst ég skal alveg gefa það en alltaf þessi tímabili þá var ég fullur af sigri powerloader sigri pulse rifle sigri eat this sigri stundum er ég svona einum og einfaldur kannski viltu eitthvað að nefna meira í sambandi við Aliens og hann förum við yfir í 3 ég væri aðeins til að tala bara Neil Blomkamp þannig að þegar hann alltaf var að skjóta ætlaði að gera 3 með þessu krúi djöfull hefði verið gaman að sjá Hicks aftur já, en þá kannski líka komum við svolítið inn á 3 af því að já, við ættum kannski að segja að við erum að það eru spoilerar í þessu sem við erum að tala þetta er svo gamla myndir ef ykkur er að hlusta það þá var hann poppun að sjá ég ætla rétt að vona að fólk átti sá því að það verið spoilerar já, ég hef ekki svolítið að segja það strax ég ætla að gera það næst ætla að sé einhver að hlusta núna djúvel er bara að spoila miklu ég vona að spoila ekki meira, ég ætla að klára þetta já, þeir gefa ekkit upp 3. eða 4. þeir segjur ekkert meira já, þannig að það eru spoiler í þessu ég myndi að horfa þessar myndir á hann og hlusta á þetta já, Blomkamp ætlaði að gera svona 3. Alien-myndina og bara ditsa 3 og 4 já, þú veist það hefði verið ógeðslega gaman ég veit ekki alveg með þann gæði hann er svolítið hann er búin að Chappie og Elysium voru ekki sérstaklega góða myndir manstu hvað ég sagði eftir að District 9 kom út og svo kom trailer fyrir Elysium ég sagði bara þetta lítur út þessu kom bara svona einhver nýr James Cameron gæi en hann sýndi það hann er það ekki setti Matt Damon í þetta klikkaða exoskeleton sem hann gerði ekki neitt hvað, hendur einu bíl til leður að búið Jésus, það er svo leðileg mynd líka og Chappie var ekki góð en hann var að tala um að gera mitt Alien-mynd það er ekkert að fara að gerast núna það er alveg horfið held ég núna Ridley er að fara að gera 3, er það ekki? Það er allavega í pípunum sína mynd sko ég vona ekki en... já ég veit, þú veist það er saga fyrir annan dag alltaf drast ég las að á sínum tíma hefði þetta verið búið að ná smá flugi Sigourney var búin að segja að hún ætlaði að vera með það var vist eitthvað handrits pitch sem átti vist að vera eitthvað mjög aðlaðandi þar sem að Hicks kem aftur og Newt kem aftur hann ætlaði rauninni bara að gera framhald af Aliens sleppa 3 og 4 hvað finnst þú svoleiðis? Ég hefði alveg haft gaman að því ég bara vilja fá þetta þú veist ef þetta væri Blomkamp í District 9 mót að gera Alien-mynd þú veist að gera góða mynd gera góða mynd þá hefði þetta geta verið klikkað en í staðin fengum við Prometheus og Covenant sem við vitum alveg hvernig endaði og nú er Ridley væntanlega að gera 3. prequel-myndina sína og þetta er ennþá listað á síðunni sem in production á IMDb já, ég veit það er ekkert endilega markaða sko en það var í mæ 2019 þá var nýjasta staðfesting frá að hann væri ennþá já, hann kannski gerir það en Blomkamp, það er alltaf búið off á það búið off á það, bara hefði verið gaman konceptartið var skemmtilegt og ég var svo hæpaður þegar þetta byrjaði já, líka, hann ger alveg sumt töff svona í sambandi við eitthvað sci-fi og hasar og svona og byssur, það hefði alveg getið verið töff en er þetta ekki bara ekki bara hvílda þetta Alien dæmi þú veist, þeir gerða þarna einhverja góða myndir það þarf alltaf að mjólka allt þetta er svo Terminator, Jesus Kristur þú veist hvað er bara að mjólka það en ef við förum aðeins út í 3. myndina heldur sér búin að kofara Aliens svo þokkalega, ég man ekki eftir einu svona hljótu bræði sem við erum ekki búin að tala nei, bara eldist rosalega vel ég var hissa á hvað hún eldist ótrúlega vel
bara aftur kemur praktikal dótið, Já, og bara sýnir svo sannar. og hvað Cameron er algjör snillíkur. Já, hann er bara maskína. Hann er bara snillíkur. En þá förum við yfir í þriðju myndina. Hvernig finnst þér hún? Hún kom mér rosalega skemmtilega og óvart upp á það að sko, ég var alltaf með smá samviskubit af því ég er rosalega mikill David Fincher aðdáandi. Já. Að mér fannst hún aldrei sérstök númer 3. Það varst svona að reyna réttildana fyrir sjálfur að hann gera það. Já, að því David Fincher og þú veist hvernig maður er þegar maður er ungur þá er maður svo... Þá maður vitlaus. Já, maður vitlaus og heldur svolítið með sínu fólki og það bara, þú veist... Já, tryggð. Já, bara tryggð. Ég var svo tryggur honum. En það eru fáið sem vita það að David Fincher er frændi. Skildur. Davíð, þessi fyrir þig. Og skvett á mig vatni hérna. Já, rólegur. Ég er að búa mitt. Mátt fá hjá mér að þú. En hvað að segja? Þannig að þegar þú varst alltaf í vörn með þessa mynd. Nei, já, ég er svona ég var kannski að þess að fronta af því að ég horfði á hana fljótlega eftir ég sá Alien Resurrection. Þú veist, ég var búin að sjá Alien og Aliens, svo 97 kemur Alien Resurrection og ég horfa á hana og finnst svona alveg klikkuð. En ég var ekki búin að sjá Alien 3 þá. Ég horfi á, þannig að þetta var svolítið svona, tímalínan var pínu off hjá mér. Í hvað röð sástu þér? Sástu 1, 2, 4, 3? Já. Ég sá 2, 1, 3, 4. Já, ok. Þannig að, en sem sagt, og ég horfa á hana, búin að horfa, þú veist, hvað við erum 14 ára. Já, við svona sá hana í bíó. Já, var það ekki? Jó, við erum ekki háskóla bíó. Jó, minnið það. Sveimir þá. Þannig að, en já, þriðja myndin. Já, ég man rosalega vel til kvöldunir kom heim eftir hana. Þannig að, af einhver ástæði. Við vorum peppaðir. Já, bara mjög peppaðir. Mér fannst hún geðveik þegar ég sá hana fyrst, sko. Ég var bara, þetta er geðveik mynd. En allavega, þannig ég horfa á hana sem er bara hasa mynd og það er húmor, hún er alveg ekta fyrir 14 ára strák. Og svo reyni ég að komast í gegnum 3 sem er svolítið þung, hún er hæg, hún er rosalega blík og ég bara einhvern veginn bara tekka út yfir henni. Þegar þú sér hana fyrst? Já, þegar ég sér hana fyrst. Já. Og ég var ekkert búin að horfa á hana aftur fyrir en ég horfði á hana í fullri lengd. Bara núna daginn? Já, bara ég horfði á einhverja hana extended útgáfa á henni sem ég held að sé ekkert eitthvað mikið extended 4 mínútur eða eitthvað smótur í. Og ég held að þú sé alveg hún er 2:34 eða eitthvað sko. Já. Hún er heldur löng. Já, en þú veist, ég held að sé alveg hálftíma lengur en ég horfði bara á bíóutgáfuna. Já, var það? Já. Ég gæti ekki hugsa að mér finnst þú svo leðileg sem mynd. Já, finnst það? Já, ég þóla hann ekki. Ég skil ekki þegar sumir segja að þessi besta Alien myndi. Enga við besta myndi. Það er bara, mér finnst það bara enga við besta myndi. Ég bara einhvern veginn, ég kom inn í hana bara ég var að upplifa hana bara einhvern veginn upp á nýtt og hana, hún dettur reyndar sko, hún er hún leðileg, ég skal bara hjálpa þér, hún leðileg. Hún framalega í henni er hún mjög hæg. Mér finnst fyrstu 40 mínúturnar þá var ég alveg on board, var að fíla þetta Tywin Lannister hana. Já, það geði ykkur leikari. Og svo tjálstans. Hann heitir bara Tywin. Svo byrjar sem sagt hryllingurinn, eða þú veist, þá byrjar geimverðan að drepa þá allir dettu myndi ekki þetta niður. Fannst þið það? Já, þá bara einhvern veginn þannig að hún áðana mjög hægan klukkutíma í miðjunni, svona cirka svona framalega fyrir miðju. Svo einhvern veginn fannst hún að taka aftur við sér seinnipartin. Þá var ég bara allt í henni aftur on board. En það sést alveg þetta main gallað productionana og þú veist, þessi saga er ekkert eitthvað svakalega grípandi en það er bara hvað ég segja mér fannst þetta vera í samt, svona rökart framhald af hinu myndunum þannig að sérstaklega hvað kemur fyrir hana þú veist, hún basically spoiler alert drepur sig í lokin á henni ég, þú veist var einhvern veginn miklu mildari fyrir henni heldur en ég var í minningunni mér leittist aldrei yfir henni þú veist, ég var ekki Jesus, hvernig fyrir þessi mynd að vera búin Fyrst hún eiga skil að vera svona partur af Alien
Já, Myndunum. mér finnst hún eða skilið en þú veist svo í framhaldi sko, svo ég fara nú aðeins að tala hana niður af því mér fannst hún alltaf ekki frábær skilur það er mikið að hafa þessari mynd, hún er rosalega hæg en bara, þú veist, basically er ég að segja mér fannst hún skemmtilegri en ég held að mér myndi finnast hún mér finnst endirinn á henni fín, ég ógeðslega gaman að þau eru að reyna að fanga gemurinn á meðan eru svolítið að berjast í tímana þegar velandi tanni er á leiðinni ég er svolítið gaman að það hefði verið eftir að gera það miklu meira spennandi samt þá stundu verið að klippa á skipið þeir eru mættir, mér finnst það svolítið cool mér finnst þessi mynd bara hún er svo döll mér finnst allt í henni, mér finnst hún eins allan tíman og hvað eru eftirminnilegi karakter í þessari mynd? Nei Tævin hvernig, en svo deyr hann bara í fyrir við en af hverju þegar ég var að nóta hjá mér svona punta við myndinar, þá manni ég skrifaði eitthvað eins og af hverju fokkin segir hún ekki bara hvað er að gera hún er eitthvað leyndamál ég hata í bíómyndum þegar eitthvað svona, og eitthvað karakter spyr bara hvað gerist eða hvað er að gerast og hann myndi trú henni, hann er alveg búin að sína hann krýfur stelpuna fyrir hana og hún segir hann samt ekki hvað er í gangi bara nei, þú heldur bara í þessu ruggluð ég þóla ekki svona í bíómyndum segðu hann þetta bara og ef hann trúur þessu ekki, það bara trúur hann þessu ekki en málega er það sem er að gerast þarna þetta er sem ég þóla ekki þannig karakterinn sjálfur ekki að taka ákvörðun þetta er Handur-söndurinn að taka ákvörðun Handur-söndurinn segir, nei, hann má ekki vita þetta strax Ripley hefði allan daginn hún sagt hún er bara, herðu, að því að Ripley er ekkert vitlaus nei og okkur þetta henni ekki, áttu hún að vera eitthvað stressu við því að hann myndi ekki trúa sér bara Jesús Kristi drullar að segja hann bara segja hann bara svona gemuru ég hataði það það sem ég finnst svona leiðilegast við þessa mynd ég er í fyrsta lagi, þú ert ekkert mjög skemmtilega karaktera það er nummer 1 og fannst þér eitthvað cool að vera með eitthvað svona okkur í fangaflöndu og allir úr að trúa þér það var eitthvað svolítið steikt mér finnst það umulegt mér finnst það alltaf, fyndi sko upprunlega hugmyndi fyrir þessa mynd var vist eða ekki nákvæmlega fyrir þessa mynd, það var eitthvað handrit sem að vera í gangi, hvort það var Renny Harlin sem að vildi gera það, að þá var þetta munkar í gameskipi úr tré það er fyrir þessa mynd hún var skrifuð sem Alien 3 og það var gauð sem gera og það er eftir að Renny Harlin ég held hann hafi unnið í 1 ár við þessa mynd og svo sagði bara, herðu, ég nenni ekki að gera það sama og 1 og 2 gerðu og það var ekkit slæm hugmynd þessi viðar pláneta á okkur munkar og þau myndi sér krassa á þeirri plánetu í rauninni það ætla að vera eitthvað smá svona nýtt og það sem mjög töff í þessari mynd er að hún krúnrakaði sig það er alveg cool hlutir eins og aðrið sem ég var að tala áðan þegar hún er svona að hörfa frá gefunni, djúvillar að ógeðslega cool að það er alveg töff en það er alltaf eitthvað svona tölvigerð geimvera sem kemur og eitthvað skelfilegt að þú veist hugsaðir þessu ákvarðanir svona ákvarðanir teknar svo bara gerum við þetta bara CGI þetta verður bara geðut, sjá mann hlaupa og þú veist, hvað þetta heldur engu vatni með að sjá praktikal geimveruna Stíni, þú veist, verið með frekar bara gæja í búning og láta hann svona rétt skjótast fyrir horn eins og gert í hinni myndunum skilur, þú fara svona glimps á honum Mér finnst líka svo leiðilegt að því að David Fincher er kreditað sem leikstjóri fyrsta myndin hans hann disónar hann alltaf hatar þessa mynd en mér finnst bara svo skrítið þeir ráða hann er 28 ára á þessu tíma þeir ráða hann, bara fyrsta myndin hans hann er búin að gera ykkur auðlýsingar tónlistamindbönd og þú veist, veit alveg hvað hann er að gera myndi ég halda, en þeir leiða honum að gera Alien 3 og ráðan en svo basically segja það bara, herru, við treystu þér ekki alveg þú þarfst að gera það sem við segjum ég skil ekki svona, ákveð það ráða eitthvað svona gaur og þú leiður hann ekkert að ráða hann en þetta er alltaf miklu peningar fyrir hann að gæja, hann er bara svona first time director ákveð það ekki búin að ráða bara eitthvað vanari gaur þetta fyrst í töðan með og þessi mynd, hún lyktar af að það eru allt og margir að fikta í henni að skipta sér af og það sem ég er sem svo töff við Alien-myndirnar allar og sérstaklega 1, 2 og 4 þú sérð allavega að það er eitthvað svona sín þú veist, þeir eru með eitthvað svona skýra sín hvað þeir vilja sjá, hvernig þeir vilja gera þetta Ridley Scott var þannig, James Cameron þannig og líka
Jean-Pierre sem gerði Junet sem gerði 4. alveg sem hvað finnst þú þá mynd? Þú sérð alveg að það er alveg einhver svona sín hver er sínin í 3. myndinni? Af því að mér finnst grunn hugmyndin það sem ég hefði örgulega vel sjá það sem ég hefði sjálfu vilja gera ef ég hefði fengið þetta upp í hendur á þessu tíma ég hefði, ok, þið ætla að hafa eitthvað svona fangaplánundu en er ekki þetta að gera þá eitthvað svona nagla þurfa þetta að vera eitthvað svona trúaði gaurar og líka eitt, gáttur ekki búið til eitthvað góða karaktera, minnst það allir eins hann alltaf klikkaði gæðin hver var það? Ég veit ekki. Nei, nákvæmlega, maður ekki sem hver það var sko, já en við varum samt Sigourney Weaver kúlíni hún er geð ekki inni ég fílaði Charles Dance í inni ég veit ekki, það var bara eitthvað hún bara einhvern veginn virkaði miklu betur fyrir mig í þetta annað sinn sem ég sá hana kannski var ég bara í svona geð eitthvað stuði fyrir þann fransja sem við vorum að taka, það var ógeðslega gaman að horfa á þessar 4 myndir já, mjög skemmtilegt, það gaf hann að rifja upp sérstaklega líka að taka um í réttir röð sjá svona hvernig það þróast en já, ég ætla svo sem ekki að vera að rífast í þér eða finnst 3 góð en fyrir mér allavega fannst hún mér fannst hún bara svo döl þegar ég er að hugsa hana núna ég sé bara eitthvað svona brúnt sé bara eitthvað gang og mér fannst hún bara alltaf svolítið, finnir þú, númer 2 er ógeðslega blá þessi er brún og hinn er svona græn sepia fyrsta 4. Fyrsta finnst mér bara, hún var bara með venjulegri það var ekkert eitthvað svona hún var ekki með henni slikju nei en mér finnst þessi bara eitthvað líka bara svona visually séð fannst mér ekkert spennandi nei og mér fannst það bara, það er kannski það er point í þessu, mér fannst þú bara ekkert spennandi af því að þú ert með svona karaktera þú veist, ég fílaði reyndar upp í eins og segi en allir hinir í kringum hana ég fíla engan að þeim Charles Dance er skemmtilegur alltaf veist, það var eini sem ég nálægt að vera svona eitthvað pínu áhugaverður karakter en þú veist, ef mér er samum allir myndinni hvernig óskumum getur hún spennandi það er búin að samfæra þeim hún léleg þú hattar hann bara nei, ég ætla alls ekki að sitja en að ég alltaf kontuðu bara betur fyrir já, ég alltaf, ég get ekki við verðum í 4 tíma viðbót sko já, eins gott ég fer ekki heim í nótt hvað ætla ég að segja ég ætla ekki að sitja en að segja þetta að vera frábærmynd mínu upplifun bara af henni var einhvern veginn þannig að þegar ég sá hana way back when, þegar ég var unglingur þá gæti ég ekki komast í gegnum hana það var, þú varst skynsamlega ég var greinlega með betur smekk þegar ég var 14 heldur en í dag það bara, já þú veist, þetta er allt rétt hjá þér þú veist, hún það sést greinilega hvað, þú veist hún er rosalega klaustrofóbik þessi mynd og þá er ég ekki að meina viljandi sem sagt klaustrofóbik út af aðstæðanum sem þeir eru í heldur er hún þú sérða hann er að taka þessa mynd upp með bundnar hendur og hann er að vinna með þú veist, það var búið að byggja allir þessi set basically, áður hann byrjar og það er ekki sem er handrit nei, nákvæmlega, þú sérður rosa oft sko á mér finnst það rosalega mikið bara að vera þú veist, þau eru ógeðslega skrýttum stöðum í myndin oft þú veist, það meikar ekkert sens hvar þau eru og hvað nei, og það er líka, ég þúl ekki þegar voru bíómyndir og ég var eftir að áttam á því, hvar er ég? Já, þú hefur ekkert þú hefur enga landfræðilega hugmynd hvernig svæðið er á sem að eru sem að myndin gerist þú veist ekkert hvar pistónið er það sem að loka uppgjörið á sér stað hvar það er í samhengi við hvar kaffeterjan er eða skilur þú veist, er þetta mjög langt í burtu er þetta allt í einni byggingu er þetta, þú fattur það er mjög mikið að svo líka hvernig myndi byrjar ég bókstaflega hata að drepa alla já. Það er bara Bishop er bara döður Hicks er döður, Newt er döð þú veist, ég þú líka svona að því þau lögðu allt þetta á sig til þess að lifa af ok, Bishop er reyndar komin í tvent hann er bara eitthvað velmenni en þú bara leggja þetta á sig að lifa af nummer 2 svo bara byrja þau að bara döð það er mjög svekkjandi hversu cool hefði verið ef að Ripley hefði lent á fangaplánundu og Hicks hefði alltaf að lifa af og þau þurftu að vera með eitthvað svona gott team-up og móta einhverjum hörðum föngum það verður geðvægt
það hefur nóg til þess að það er bara verið nóg mikil sigur fyrir mig Já, það hefur verið nammið. það hefur verið nammi fyrir mig nei, alveg tala það er alltaf ekki orðið eitthvað svona töff Það hefur verið geðveikt. en nei, drepum þau bara rökum árið af Ripley og bara höfum enga skemmtilega karaktera og gerist bara einhverju leiðilegri plánundu þar sem er ekkert skemmtilegt að gerast Ég fílaði þegar Weyland-Yutani voru mættir hana. Segir Weyland-Yutani? Tutani? Mér hefur segið Weyland-Yutani Ég er bara að halda allan tíma að þú setja að segja það Og Tripley Helen Tripley Ekki trufla með því að drekka Nei, ég er klárlega að segja Weyland-Yutani Já, ok, bara heyri ég ekki vel Já. Við getum sett texta við mig, ég tala stundir svolítið Ég mér aldrei gefið út en það slæði Hvenær verður þetta sýnt annars? Aldrei Þetta var aldrei Skil ekki hvernig podcast virka Þetta er í beinni núna En hvað, þú varst að klára eitthvað? Segja eitthvað, varst að geggja mynd Sér maður bara Þú varst stressað Ég heita sætinni hérna Er að hitna henni Ok, ég skal hægt að stríða með þetta Nei, Þetta er bara þín skoðun en hún samt röng Þetta er mín skoðun Ég á rétt að minni skoðun, sama hversu röngun er Hún samt röng En já, sorry, ég ætla ekki að tröfla þig Nei, ég hef svo sem ekkert mikið meira um þetta að segja Hún rann betur niður í þetta sinn heldur hún gerði fyrst Það var bara eitthvað, stundum er þetta líka bara þannig maður er meira í stuði fyrir eitthvað Já, ég vil líka veikinn það Ég er svolítið svona Ég er aðeins að krydda þetta hvað ég hata hana mikið Þetta er ekki einu sem myndir sem ég hata Nei. Ég á sömu myndir sem ég bara virkilega hata en ég hata hana ekkert en mér finnst það bara svo þetta er sem gerist þegar stúdíó skiptir allt svo mikið Já, og gefa út hvenær nú kom út myndin ána helst myndin tilbúin skilur hvað við, það er ekki svona komið handir þau bara herðu, hún kemur út á þessum tímapunkti þannig að þá eru þeir bara allar að keppast við í staðan fyrir að líta þetta sem list að gera bíómynd sem er fyrstulega ekkert auðvelt og auðvitað ógeðslega að gera góða mynd Já, þú veist, ég skil alveg til business og allt það, en come on þú veist, viljið þið eyðileggja bara þá að þið ætla að búa til eitthvað franchise með eitthvað svona býðið þið bara rólegir, leifið það bara þeir réðu hana David Fincher alltaf þessum tíma var hann bara þessi David Fincher núna er þetta David Fincher en þú veist, þeir réðu hann á sínum tíma leið hann bara að gera, myndir hann að gera og hætti að skipta eitthvað svona að eitthvað gæjar eitthvað í jakkafötum upp á skrifstofu algjörlega þetta, hún lyktar að því Mér finnst það rosa skrítið eins og segja ég er mildari í garðinu heldur en ég var en á sama tíma finnst mér rosa skrítið sko, fólk er að tala þú veist, ég datt aðeins á netið eftir ég var að horfa á hana og það er sömur að kalla þetta bestu alien myndina það ég bara skýr ekki það fólk það er fólk sem er ennþá fast í 14 ára gamla Snorra eða fólk bara sem fílar ekki skemmtilega myndir Já, af því það er ekkert sérstaklega mikið í henni sem gerir þetta einhverju frábæri mynd þú veist, þetta er bara og með, bara sorry, ég set hann á svolítið annan stall að þetta er alien mynd, þetta er ekki bara eitthvað science fiction mynd og undan er Alien og Aliens þú veist, bara 2 geðveika myndir svo kemur þriðja og hún er bara eitthvað þú veist, gæti ég ekki allavega fengi ef ég fengi þessa 3 plánutu sem þessi gæði ætlaði að gera Þú hljómar það samt weird Já, ég veit það ég er ekkert að hljóma töff þetta áttu einhverju munkar Já, einhverju sjóraníkaskipi eða eitthvað Nei, þetta var eins og Nei, ég veit að ég sé fyrir mér eitthvað svona galleiðu Það var ekki svoleiðis Þetta var eitthvað svona ringlaða svona svo plánenda og veist, ég er ekkert að segja að það hefur töff Bara svona Það er þannig öðruvísi Viðar Death Star eitthvað og það sem hann saði í gæinn hann saði í rauninni að það var hugmyndur hans að þetta er umhverfið einhver svona 3 pláneta sem út í game eitthvað og munkar sem lifa bara eins og sjárið 1400 eða eitthvað engin tækni ekki þannig og þau brotlanda hana og svo sleppur auðvitað eitthvað geimvera og Ripley lítur á þetta sem bara svona, þú veist, vísindalegt og þetta er bara dýr en þeir líta á þetta sem djöfulin og veist, það getur verið eitthvað svona pínutöf það er allavega öðruvísi og ég skal freka taka þannig mynd heldur þetta drast sem við fengum Þú ert sammála, heyri ég, það er gott Nei, ég hef verið til í það ef við færum okkur að Alien 4, Alien Resurrection Það er ég sem stjórnaði hérna
Það er ég sem segja við förum áfram í næstu mynd. Ok, förum Alien Resurrection, við þurfum ekki að tala um þetta drasl lengur. En núna erum við kannski að fara að tala um drasl samkvæmt þér. Þú veist ekki hvernig mér finnst hún. Hvað þú fyrst bara með einhverja langar ræður svo ekki ég með eitthvað rann. Svo segir þú bara já. Nei, sko ég var svolítið orðharður hana áðan. Það er svo mikið ég ætla að viðurkenna að þegar maður fer að nú erum við búin að tala um Alien 3 svolítið lengi og já, hún er hæg og Alien 4 er klárlega skemmtilegri mynd. Þar eru við sammála. Þannig að ég dreg það tilbaka frá áðan en það er fullt af hluti mínir sem að mér fannst bara eldast illa, reynda fyrst mér neðansjávar eða ekki neðansjávar heldur atriði sem gerist í kaffeteríunni í vatninu. Já. Fokk, það er ennþá klikkað atriði í dag. Ég upplifði bara svolítið svona það kom mér á óvart með þessar tvær myndir hvernig ég svona átti öfug viðbröð við þegar ég horfði þær. Af þeim sem vorum að segja henni byrjun podcastins að mér fannst hún geðveik þegar ég var ungur. Mér fannst hún geðveik. Já, ég tengi þessi mynd alltaf svolítið við þig. Já, og ég var alveg bara nú er ég fara að horfa aftur á Alien Resurrection, ekki búin að horfa á hann ekki lengi. Hugsaði mig gott í glóðurinnar. Það er svolítið síðan ég hef séð hann líka. Já, það er fullt að geðveikum hlutum í henni, Michael Wincott er ógeðslega svalur. Það eru fullt af flottum atriðum í henni. En mér fannst þú bara svo það kannski pirraði mig mest hvað mér fannst hún svona juvenile, svo sletti því. Þetta er mikil svona svolítið barnaleg. Já, mér finnst hún svolítið barnaleg. Að hvað leyti? Upp á hvað hún er að reyna, hún reynir allt og mikið að vera cool. Ef við tökum eins og Alien 2, þú veist, hún er ógeðslega cool, Aliens. Og mér finnst hún vera svona effortless að vera, það eru bara allir cool í henni. Þau eru svo mikið, Ron Perlman er að reyna að vera svo cool og ég fíla Ron Perlman. En reynir það ekki oft? Er hann ekki líka þannig í Blade 2? Er hann ekki líka þannig í Sons of Anarchy? Jú, kannski, mér finnst það bara svo áberandi hann er svo sannlega mikið að reyna að vera cool. Já. Og hann vinnur minn úr CSI Miami, hann á ekki leiksigur í þessari mynd, hann er glataður í henni. Hann er svona með dretta, það er töff. Er það nóg fyrir? Hann er pínus og predator. Pínus og predator, það fegstu svona smá nammiskant. Þetta er helvítið myndaleg maður, ég var nú að gefa hann það. Ég horfði með kæristum minni, hún har aldrei séð þessa mynd. Og hann er alltaf vitt á pásu. Nei, hún var bara eitthvað, þetta er svolítið myndaleg maður. Ég alveg, já. Þá fyrir að horfa hann að söðurins, ég alveg, já, rétt séð, hann er mjög myndalegur, fallegt frá andlit. Já, mér var svolítið gaman að horfa á þessa mynd, af því að ég hef ekki séð hann í svolítið tíma. Og ég maður þegar ég sá hann í bíó, þú varst alveg bara pissaður á þig. En ég var alltaf bara, já, en hún er ekki sko Aliens. En mér fannst þú svona alltaf skemmtileg þessi mynd. Og ég man líka á þessu margir sem bara hötuð hann og eitthvað svona. Já. En það skil ég samt ekki. Nei, hún líka bara, sorry. Sérstaklega þegar hún kemur út. Mér finnst hún svona pínu svona batsins tíma svona já, svona, í dag, hvernig hún eldist. Já. En þú veist, þegar fólk segir, já, þetta er glötu mynd og eitthvað. Þú veist, þetta er alltaf sama fólki sem segir að Alien 3 sé best. Þannig að það er eitthvað sem er að hlusta á þetta að horfa á sem finnst Alien 3 best. Það er rámt í okkur. Mér er svolítið slökkuði núna. En mér fannst hún skemmtileg. Ég skil gott við eins og með, þú veist, þau eru ógeðslega cool. Þau eru rosalega cool. Þau eru ógeðslega cool. En Michael Wincott er bara svo ógeðslega cool. Hann er eini sem var inni fyrir. Já, en málið er, hann deyr snemma. Já, bara allt og snemma. Sem er mesta synd sem ég bara veit um. Ég er alltaf pirraður. Ég líka. Þú veist, hann hefði getið verið svo töff í þessari mynd. Já, hann hefði geðið. En hann er bara of-cool. Hann hefði bara, þú veist, Ripley hefði bara fallið í skuggan á honum. Hann hefði ekkert bara fínt að hann var ekkert meira í myndinni. Og, sko, ef við tölum aðeins hana, ég fíla hann ekki í þessari mynd. Ég fíla hann smá. Er það? Já. Hún var svo þegar hún er, þú veist allt þetta, ég heyri í þeim ég finn lyktin að þeim ég heyri það hreyfa, þú veist, þetta var allt eitthvað já, hún var svo tengd DNA hennar blandaðist við mér fannst það eitthvað svo hvað veist þú um að Joss Whedon hafi skrifað hana? Varst maður að gleyma því? Nei, ég vissi það hann hatar hana Er það? Já, hann hatar hana
hann segir að allt við hana hafi verið gert rangt. Hann segir að alla línunar hafi verið bornar sem sagt impactaði með að vera rangt. Það var allt sem var hægt að gera rangt við hana var gert rangt, segir Joss Whedon. Af því ég held það sem þið tóku upp, það er bara mjög nált því sem hann skrifaði. Það breytist ekkert mikið. Er það bara svona delivery? Já, ég held að hann bara hafi væpið í myndinni hafa bara verið eitthvað allt annað en hann vildi. En mér veist alveg sömu brandar og svona, þú veist, þetta er alveg svona vítonlegt. Já, þegar hún er að djóka hún síðan The Asshole Edition af Android. Já, einmitt. Það var rosalega mikið vítun. Og líka bara Ron Perlman í þessari mynd, karakter hans. Já. Þú veist, ég veist hann að vera svona vítonesk. En það sem ég fílaði við þessa mynd er að í fyrsta ræði þá vil ég bara bíum þessu skemmtilegar. Þú veist, hvort ég er að horfa á rómantíska grimmynd eða drama, þú veist, gerðu bara skemmtilega mynd. Þú getur alveg gert skemmtilega mynd bara eitthvað þvílíkt drama. Og hún rúlar, þessi mynd. Já, það er þrjusu gangur í henni. Já, hún er alveg, og mér fannst hún... Ég fíla hvað gemurinn eru klárar í henni. Það er svolítið sínt. Ég elska allir í búrinu. Já, mér finnst það töff. Bara dúruflika svalur í henni, þó að þessi lítið í henni. Geggjaði leikari. Mér var svo gaman að sjá, þú veist, það er alveg, hún er tölvöld fjölbreyttar heldur en þessu 3. Já. Þú veist, þú eru að hugsa Alien Resurrection aftur. Þú veist, þá ertu með vassadrið, þú ert með atrið á körbandavellunum, þú ert með þegar hún brennir öll hinn eindökin sem voru klónuð, hina klónuna, í lokin, þú getur aðeins svona skipt myndinni. En í Alien 3, hún er rosalega flöt. Hún er svo döl. Algjörlega. Þannig að hún má eiga það, og líka annað, það er greinilega einhver sín hjá leikstjórunum í Alien Resurrection. Þetta er náttúrulega algjör nöttari, hann var nýbúin að gera City of Lost Children áður en að gera þessa. Það er furðuleg mynd. Það er líka bara furðuleg leikstjóri, en svo virkar rosalega fínn og eðlugur þegar maður sér eitthvað sástu City of Lost Children? Já. Hún er skemmtileg. Ég sá hana bara einu sinni. Já, ég sá hana bara, er hún ekki frá 95 eða eitthvað þannig. Ég sá hana bara, ég hugsi ég hefði séð hana. Það er alveg 20 ár síðan. Já, það er sama hér sko, en hún situr alltaf í mér svona. Já, það er alltaf aðalega líka bara designið, lúkki á myndinni. Að hann er svakalega visual þessi leikstjóri. En það er sem ég fílaði allavega við 4, þó að þetta segja að hún sé á margan hátt eitthvað svona barnali og eitthvað svona húmor eitthvað. Því meira sem ég hugsa það. Því betur finnst hún. Nei, hún er alltaf skemmtileg, en ég er bara alltaf átt að mig meira á því. Það er CSI Miami-gæinn sem er bara ekki góða leikari. Nei, hann fór rosalega í tönunum og manstu í lokin á vassatriðinu þegar þeir eru að klefra upp stegan. Já, þannig hann hangir. Þegar hann fær sýrun á sig. Já, hann fekk smá sýru framan í sig. Hann bara sker sig niður. Já, en ég túlka þetta þannig. Þetta er svo þegar Drake fekk sýruna í 2. Þá var hann basically bara döður. Já, þetta fór inn í hausin á hann. Já, hún stoppar ekkert. Já. Fattar þau? Hún stoppar. Já, það er alveg rétt þegar þú segir þetta. En átt hann að segja að þið vildur fá svona exposition atrið sem hann hefði sagt. It's going inside my brain. I have to cut myself. Nei, það er ekki einu svona, það er bara svona, fengi bara smá bruna svona andlitið. Já, það er líka hvernig hann leikur, hann er eitthvað svona, og það er hans bara svona fúll. Bara ég er bara búin að gefast upp. Já, veistu hvernig þetta virkaði á mig? Hann er ekki fallegur lengur. Ég ætla bara að drepa mig. Já, hann var þetta, já, góðu punktur. Sérstaklega því ég var að tala hann er einstaklega fallegur maður. Við fórum í hann að hring með þetta. Já, djúvill, þetta er rétt hjá þér. Hann er farið í bullandi fílu. Hann bara vildi ekki lifa lengur. Hann var ekkert sætur. Herri, svo fer félagið með Ron Perlman og tekur hann eitthvað acrobat move. Það er svo cool. Hann skýtur svona 50 skotum bara framhjá. Og hann dettur ekki í hug að hreyfa byssuna aðeins og miða. En málega ég er vikinu það, ég er mjög einfaldur þegar kemur eitthvað svona. Þannig fegstu sigur. Þannig fekk ég smá. Það voru háljóð. Það voru kvellir. Þarna fæ ég smá hamingju sigur. Pínu massaður maður á öskra eitthvað. Nei, líka því hann er með 2 byssur. Ef þú ert með 2 byssur, þá þú mátt í mínum bókum, þá máttu ýmislegt. Okay. Og líka því að hann hallar sér. Já, hann tekur þetta akkurat múð. Hann tekur smá svona múð. Var hann í Reebok sko? Ég tjekka ekki því. Ég held hann þetta ekki. Þau voru allir eitthvað svona ljótum fötum í Alien Resurrection. Hún var eitthvað svona brúnu leðurdressi. Hvað var það sem hún var í? Já, ég veit það ekki. En ég fílaði þessar neglundunar. Hún var smá dýr í henni. Og mér varst alveg töff að blóðan á að síra. Já, cool.
Fannst það töff? Já, mér finnst það cool. Mér finnst það Hún líka nota það sem alveg vopn Já, nokkur sem í já. myndinni. Það var ekki bara eitthvað að sýnda að það væri cool einu sinni. Wow, heldur það var alveg partur af sögunni. Mér fannst ekki alveg krú, ég veit þú varst ekki að fíla CSI, ertu vissun að hafa verið í þeim þáttum? Var hann einhver svona drastli? Já, þetta er þannig sko. Ég man ekki hvað sem leikar heitir, hann heit Christy, Já, karakterinn. hann heitir ég man það ekki. Ekki bara stoppa og googla það. Jú, ég ætla að standa upp og ná í Það skiptir ekki máli, hann er allavega ekki góður. Það er ástæða fyrir því að við erum ekki búin að sjá hann í mörgum bíómyndum eftir þessa. Nei, hann var ekki en mér fannst bara að lúkja hann pínutöf. Ekki, svartur, myndalögur með dredda. Mér finnst þetta bara að vera, þú veist, svona late 90s look. Þetta var cool þá, þetta er ekki cool í dag. Þetta eru Matrix-týpurannir. Ekki drullu við þá, Snorri. Matrix-týpurannir eru svalir. Já, hann er ekkert svakalega góða leikar. Ég við ekki það fúslega núna að hans fegurð blindaði mig greinlega svakalega. Ég byðst afsökunar á því. En mér fannst krúið allt í lagi. Mér fannst Winona Ryder, mér fannst hún allt í lagi þessar mynd. Ég er ekkert svakalega aðdáandi. Mér finnst hún ekkert svakalega skemmtileg leikona. Og pín finnur þetta í svona making of fyrir 4, þá segir hún eitthvað, já ég er algjörst nörd og ég mér langaði mest að stela ykkur, ég bara, já ok, svo þetta á því svo var hann alltaf að stela ykkur draslu búðum. Vá, hvað það er fyndið. Já, mér fyndið. Til hefur hann stólið einhverju bókamál. Já, bótið, algjör þjófur. Mér fannst hún fín, mér fannst, eins og tölum getum ekki tala nóg mikið Michael Wincott. Já. Hann var mjög svalur, mér fannst eitthvað svo cool að hann var leiðtoginn. Já. Og svo var eitthvað gæla svona einhver latínó svona second in commandið hans. Mér varst nú líka alveg töff. Það er cool þegar hún deyr. Já, það er ekki Vassatrið er klikkað. Já, það er mjög töff. Ron Perlman dóist næst í. Þú að taka upp? Nei. Þau æfiðust kafanir og eitthvað í fleiri vikur fyrir þetta. Það var tekið einhverju vasstanki í Studio City og þetta var það fyrsta sem þau tóku upp. Þetta bara tökunum byrjuð. Ætlaði bara að drepa Ron Perlman strax. Já, bara greinilega. Tökunum byrjuði þarna og hann rak hausinn eitthvað í og druknaði næst í. Pældi í. Það var alveg synd. Já, það verið glada. Skemmtileg leikari. Þó að þú var að hata hann í þessari mynd. Já, þú veist, mér finnst hann alltaf skemmtilegur, hann er alltaf cool. Þetta var bara, þetta er svolítið svona þetta er fyrir 15 ára stráka. Svona machoismi, skilju. Mér finnst þetta að vera öðruvísi machoismi heldur en þessi Joss Whedon töffaraskapur er einhvern veginn öðruvísi heldur en, þú veist, Vasquez í Aliens. Það er líka bara, við skulum hafa það á hreinu að Joss Whedon er ekki töff eins og James Cameron. Já, en þú fattar hvað ég meina. Þetta eru tveir svona yktir töff karakterar. Já, en mér finnst það svolítið Whedon-lega sem mynd að mörgu leiti. Alveg klálega. Þú veist, að ég er engin brjálaður Joss Whedon aðdáandi. Mér varst fyrsta Avengers þetta mjög góð hjá honum. En eins og þetta Firefly dæmi og eitthvað, ég bara, mér finnst þetta bara ekkert skemmtilega. Það er smjör þegar af þessu krúi í Alien Resurrection. Já, veitu líka orðað þannig, mér fannst Firefly mjög skemmtilegt þegar ég var unglingur. Það myndi að horfa á þetta í dag? Nei, ég myndi aldrei horfa á þetta í dag. Akkur ekki? Af því þetta bara eldist ekki. Hann er unglinga, hann skrifar fyrir miklu yngri kynslu. Ég held að það sé bara málið. Hann skrifaði Buffy og eitthvað svona dót. Þetta er allt unglingadót. Já, hann er góður penni. Hann er góður penni, já, en þú veist, röddin hans er, þú veist, hann er að skrifa fyrir yngri kynslu. Já. Svo líka bara hann er, þú veist, hann dettur stundum í það, þú veist, hann er alltaf algjör lúð þessu gaur. Já. Rauðharður. Getur samt alveg töff, þú veist, rauðharður. Jú. En, þú veist, hann er svona, ég segi ofta að ég er ekki að líka þessu saman, ég ætla að útskýra munin. Ég veit ekki hvort ég sé búin að segja þetta. Mér finnst það munur á að vera lúði eða nörd. Þegar nördar fá að gera bíómynd, þá færðu Matrix. En ef þú letur lúða að gera bíómynd, þá færðu Shoot 'em Up. Já. Fattar það munin? Þú veist, það færðu bara eitthvað drasl sem hann heldur sig ekki töff. Já. Það er munin. Og mér finnst Whedon, mér finnst að vera svona 50-50. Já. Af því hann er rosalega góðu penni. Hann skrifar skemmtilega karaktera. En hann er pínulúði. Og það kemur ofta einmitt út í eins og húmótnum hans.
þó hann geta alveg verið fyndin, þá er stundum bara eitthvað svona, og þetta er það sem þú ert að tala um í Alien Resurrection, ég vil kenna honum sumt af þessu, þetta sé svolítið svona juvenile. Já, ég bara skal algjörlega fallast á það. En hvernig varst að fíla nýja skrimslið? Ég veit að sumir hata það, ég hafði lúms gaman að því. Það er pínu expressiv í augunum og maður vorkir honum alltaf þegar hann sogast hann út um gluggan. Ég enn dag í dag, þess að fyndið, maður vorkir honum. Já, af því hann er bara, hvað hjálpaði mér? Þú veist, af hverju gerður þetta? Mér finnst líka einhvern veginn þegar þeir drepa venjulegu alien skrimslin, þá finnst mér að drepa skrimsli, en mér finnst eitthvað eins og þegar hann er drepinn, eins og sem var að henda ketti út. Veist hvað ég tala um? Bara eitthvað svona vorkir, ég vil ekki sjá kött sjúast út í game. Ógeðslega flott soundið þegar hann er að sjúast hann út. Já, ertu líka að tala um öskrin í honum? Já, og bara þetta sambland, þetta er ógeðslegt. Heyrir hann einhvern svona skinnsog og öskrin í honum. Og herri, hjá mér, ég veit ekki hvort það verið hjá þér, hann er textaður. Já. Hann er textaður eins og hann sé að segja no og oh no. Það gerði þetta eitthvað svo ekstra ógeðslega. Ég veit tók eftir líka, ég horfði hann með texta og það er eins og hann sé bara eitthvað svona, bara eitthvað, oh no, hann sé að öskra. Bara eitthvað, en hann getur ekki tala. Nei, bara ekki séns. Ég elska bara einhverja að hafa textað þetta. Ég táraði smá. Já, þess að ég táraði að ég hló ekki því ég er að grenja yfir þessu stíli. Já, það voru skemmtur honum ekki svona. Já, ég tók eftir því, ég alveg hugsaði, hvað? Svo er það líka stundum erfið, því ég er að sína kærastinn minni svona myndir, sem hún kannski ekki séð áður, sem ég veist kannski töff, og svo kemur eitthvað svona að því, þegar hann öskar eitthvað, oh no. Fyrst, þá þarf ég að fara að útskýra fyrir henni kannski. Bara, nei, hann er ekkert að segja þetta, því henni varst kannski glatað. Þú vilt að hallarslegt og hann segja að tala. Sagði hún það? Nei, ég heldur að ég var sloppið þetta skipti, en það koma svona nokkur stundum svona aðrið þess að ég það, bara, nei, þetta er alveg... Þetta er cool, ég lofa. Já, ég lofa, þetta er töff, sko. Og oftast er ég samt að reyna að samfara sjálf á mig. En mér finnst skrimsli alveg töff og það er margir sem segja að þetta sé eitthvað glata og þetta er auðvitað ekki eins töff og upprunalega skrimsli. Nei, þetta var bara, þetta fór í aðra átt með þetta og það var skemmtilegt. Mér fannst líka alveg pínu skemmtilegt að það hafa alltaf verið svona kynferðislegir undirtónar í eiginmyndunum. Bara svo hvernig þetta skrimsli fjölga sér og svona, veist, það setur eitthvað í munnin og veist, svona sníkjudýrstæmi. Svolítið aggressíft. Það var að gera nauðganir bara á andlutinu. Svolítið japanskt. Svolítið japanskt. En ég hef alltaf haft svona lúmst gaman að það er að þetta er stórar Hollywood myndir og sérstaklega í fjórðu. Það er alveg svona, varst ekki að fá þetta vibe líka? Jú. Eins og þegar hún dettur í gegnum grindina og liggur eins og sé eitthvað svona orgju. Já, hún er bara að geta, þú veist, hún er bara að upplifa einhverja nöytn, sko. Já, var það ekki? Jú, það er bara alveg klart, þú varst ekkert einn um þetta. Nei. Þannig að hún er, þú veist, þetta er alveg svona, Ég er ekkert að segja að allir hafa gert eitthvað fyrir mig, en... Ekki mig heldur. En mér fannst alveg töff, svona, visual, að hún liggur eitthvað svona, og það eru svona, bara eins og hálfgerðir snákar. Já. Gemurinnar kringum hana og mér fannst það koma mjög vel út. Ég hef kannski vilja að þeir hef kannski farið meira út í tekið þess meiri sjensa fyrir þessa mynd. Ég veit það ekki. Er ég að rugla eitthvað? Mér finnst hún að taka nógu mikla sjensa. Hún verður alveg svolítið výrt þessi mynd. Já, en bara í lokin. Já. Hún er ekkert... Nei, já. Það er kannski ekki fyrir að finna alla klónana sem byrjar að verða virkilega výrt. Já. Þá verður hún svona pínuvýrt en það er svona aðalega kannski í lokin en ég veit ekki, það er kannski verið einu og mikið að vera góða og mikil sigur fyrir mig og mikil hamingjusigur. Ég hef ekki gott að of miklu eitthvað sem er töff. Ég horfði á Special Edition útgáfu af henni þar endar hún á því að þau lenda í París. Aha, ég hef ekki séð hana, ég horfði bara á bíóutgáfuna. Lenda á jörðinni? Já, lenda á jörðinni. Það hljómar ekki góð hugmynd. Nei. Ég feinir klippti það út. Og Ripley og það er bara Eiffelturnin.
og krúið þau bara stoppa hana hjá einhverjum götusala Tjóðskjafta. Nei, bara, Stopp, lendaði alveg í París. já, bara croissants og Nei. þá jörðin þetta myndi mig á endan á Army of Darkness Hvað? Jörðin þá eitthvað svona overrun eða? Nei, jörðin bara basically eins og eftir kjarnorku styrjöld eða eitthvað Eiffelturnin liggur bara sem sagt brotin á hliðinni og ég skil ekki alveg þetta var bara ég veit svo sem ekki hvað ég ætla að segja mikið meir þetta bara, þú veist, hún endar á þau eru komin á jörðin og þau eru hvað að tala hvað ætlar að gera núna, ég veit það ekki og þú farið engan svona einhvern veginn enda, þau eru bara einhvern veginn komin á eyðilaða jörð Já, mér finnst það alltaf svo töff við eilímyndunar þessar fyrstu 4 og farið jörðin aldrei þú sér aldrei jörðina þú veist ekki hvernig staðan þannig þess vegna var ég mitt sko það er alltaf svona mystery í kringu það já, hvernig jörðin þannig að lúkkar eins og jörðin sé bara að búinginu í jörðinni skilur, þannig að ég skildi ekki alveg Nei, og ég vildi ekki fá svar við því rétt þess að með Space Jockey ég þurfti ekki að vita hvaðan hann kom með hvað sér? Space Jockey fyrstu myndi Space Jockey geimverðar sem að þú veist, koma inn í sem var síðan í Prometheus Kallar Space Jockey geimverðar stóra þetta er búið svo mikið svona lindardómur í bíómyndum og fekk alltaf að vita þetta hann já, nákvæmlega allt til að halda því bara já, það er bara verið geðið þannig, já, endað hún hann að þéttriglútgáðan bara þau eru á leiðinni á jörðina já, þau eru bara hátt uppi horfa þess á jörðina en eru enda myndi bara þar við erum það alveg töffendir að þú færið ekki að sjá jörðina og þá getur þú svolítið ímyndaðir sjálfur já, það er miklu svalara heldur allt bara eitthvað ónýtt og ég sá alltaf fyrir mér að ef þið myndi gera 5. myndina að þá hefðu þeir getað gert eitthvað á jörðinni þá væntalega það sem ætlaði að gera næst trú ég en svo gerður henni bara fór ekki í þá átt fór bara einhverja draslátt já eitthvað meira svo að tala þetta er bara búin ég er bara búin á öllum sviðum sko. það er bara að fara heim og svo ég fæ hasperur á morgun nei, þú veist mér fyrir bara í heildina litið þú veist, ég er alltaf rosalega skotin í þessum franchise þá er ég hugsa gamlu myndinar þessar fyrstu 4 þannig að fyrstu 2 bara fyrstu 4 þetta á alltaf einhvern sess hjá mér maður ólst upp við þessar myndir þó þessi misjafnar þá er þetta einhvern veginn þetta er bara svo geðið ykkur partur af kvikmyndasögunni og þetta er búið að hafa svo mikil áhrif út frá sér bara hönnunarlega og bara með bara hrylling yfir höfu bara svona creature hrylling og líka þetta lived-in look eins og í fyrstu þú veist að þetta séu svona svo bara eitthvað svona truck drivers út í game algjörlega þeir ná að fanga það rosalega vel kaupir þetta sé ekta lifaður heimur og eins og í Blade Runner þetta er alltaf sami heimur mér það er svo geðveikt eða svona það er í að það í er það samt? Já, var það ekki er með mismuna þannig að Weyland-Yutani kemur eitthvað fyrir í Blade Runner það var þetta ekki bara Tyrell Corporation og eitthvað við eitthvað sé eitthvað rögl við eitthvað sé klippa þetta bara úr ég er að tjóka það getur vel að sér rétt hér það er fullt að dóti sem var að klippa út eftir mig já, bara 90% af þessu ég ætla bara að klippa þannig að hljóma svo sammála mér í öll bara að klippa ef þið horfum á vídeo þá var bara að mynda mér svona að kinka kolli ég ætla að döppa þið sjálfur já en hvað er svona lokaorð? Bara, já, þetta var mjög skemmtilegt að taka þetta franchise þennan fyrri part af því eins og að laði sig og ég mæli með því að fólk gerir þetta maður er oft búin að horfa á einhverja myndir stakar og á stangli horfa á þetta í réttri röð og horfa á þetta svona pæla þess í þessu þetta var mjög skemmtileg upplifun og þetta svona setti hlutin í nýtt ljós ég allavega eins og segi, ég horfði á 2 myndir með allt öðru þessu huga heldur en ég hafði gert áður, það var mjög skemmtileg upplifun ég er sammálaður það er svo gaman að taka svona í röð nokkuð sem gert þetta ég tók ykkur 6 Hellraiser myndir allar í röð ég tók
Phantasm myndirnar, allar er röð svo Evil Dead, getur maður tekið oft allt eitthvað hryllismyndir en eins og Lethal Weapon hef ég tekið allar fjórar Die Hard myndirnar það er mjög gaman að horfa á og sjá svona þróunna en það sem ég hef sérstaklega á þessum myndum svo er ég gripið fram í þessum myndum sem eru gerðar yfir svona langt tímabil það er kannski ekki alveg að setja Lord of the Rings og eitthvað svona myndir nei, það er líka teknir upp á sama tíma akkurat, þannig að væpið er allt öðris og það er miklu heilstæðri sín sem er í gangi þar sérstaklega, þú veist, eða sami leikstjórn þessu öllu, það er gaman að sjá þetta það eru 4 mismyndi leikstjórar að vinna með sama fransesi, með mikið frelsi af hendi stúdíósins og þetta er bara ótrúlega skemmtileg. Það er með það sem ég veist einkenna svolítið Alien myndirnar er að þetta er alltaf nýrunni leikstjóri og þeir fengurinn allir að setja svolítið svona sitt spinn á þessu sögu þetta mythology dæmi þrír þeirra finnst ég fekk það er svolítið áhugavert að sjá sko munin á því og finnst sér með Alien 3 sem var bara algjörlega með bundnar hendur og fekk ekkit frelsi og svo leiði þeir John Pierre Jeunet basically að gera allt sem hann vildi þetta er eins og þeir hafið svona við vorum svolítið kjánalegir hana í Alien 3 skulum ekkert vera að skipta okkur af þeir var væntanlega ekki skiptið mikið af því sem hann var að gera eins og ég skildi þá var tölvöld betra samband bara líka John O kom bara strax og hugsaði bara ég ætla að vera vinur gæðin í stúdíunum finnst sér ánáttúrulega að vera sko frægur fyrir að vera erfiður en mannlega snillingar algjörlega en það er kannski svolítið þetta er fyrsta myndinans það er kannski svolítið fínt að koma inn pínuhömbul af því að Sigourney Weaver sagði líka að hann hefði bara ekkert hagast þess að þetta var fyrsta myndinans og það er alltaf erfitt, ég sé alveg fyrir mér að hann hefði verið einhver pínu asni það var vist það var vist eitthvað eitt atriði sem hann tók upp aftur og fólk var bara hvað er að þér, hvað er það að rappa af því hann var svo fixitaður á að blóðið var ekki rétt á litin hann tók aftur og aftur á einhverju haus að springa ég veit ekki hvað atriði var, ég man ekki eftir í myndinni kannski er að Charles Dance er drippin og tók aftur og hann var alltaf að breyta litnum á blóðinu ég get alveg trú að hann sé þannig típa mitt það eru lokaðurinn mín að það eru geggjaðar þessi myndir, af því að þeir eru allar ólíkar þó ég fíla ekki svaklega 3 og Aliens er besta myndin Snorri þú er ekki að segja þetta þér finnst hún besta myndin og þér, ég er búin að já, hún er besta myndin það er mest af sigri í þeirri mynd hún er óloðið hún er með púðið sigur út allt sko. Svo kannski tökum við setna Alien vs Predator 1 og 2 og Prometheus og Alien Covenant, hérna það ekki en ég get gefið eitthvað smá preview á því þetta er eiginlega allt drasl þetta er all lélega myndir það eru allar lélegar en við skulum kannski farið það setna það verður gaman líka að taka þær 4 það verður mjög skemmtilegt ef ekki bara segja þetta gott í bili takk fyrir mig bara takk fyrir komuna og við sjáumst í næstu viku